Ég sitt hér, við einn mikrofónin og beint á móti mér sitt hér tveir drengir í sínum sætum. Ættu að vera farin að kannast við á. Annar heitir Steindi Junior, Sælinur. Sælinur, og hvernig ertu? Ég góður, virkilega gott að vera komin aftur. Ég heyri það. Eftir, Ég stuð í dag. Kemur ekki endur nærðu tilbaka? Ekki spurning. Já, lendi á miðvikudaginn, búin á 2 daga til þess að hvíla mig. Já. Helt tilbúin í þetta. Ok. Og þú ert, hvað sagði, þú ert góður? Ég er góður, ég er bara fyllandi fínn og ég er fróðandi góður eins og alltaf. Ég er bara í miklu stuði, það er fínt veður, ég funkar eftir veðri og bara svolítið til í þetta. Það er fínt við veðrið nú. Það er fallegt haustveður. Já, svona, jú, það er ágætt sveður. Það var sól á hann og nú er komið rók og það er bara svona þetta gamla góða. Já, en býttu, ef þú funkar eftir veðri þegar það kemur rók, fíkur þá í þig? Ég verð, ef það er mikill drungi, mikil myrkur, allt grátt, þá er ég er erfiðar í gang. Já. Klukkan er 4, ég ætti nú að vera komin í gang. Þú ert reynda, þú vaknar líka svo seint eins og í morgun, þá var klukkan, ég heyrði klukkan 11 og spurði hvernig hún kemur, þá varst að vakna. Já, ég fór Þannig að þú ættir ekkert að sjá mikið af myrkri, Nei, en ég var löngu vaknaður. Ég vakna alltaf 7:30 með litlu og svo á ég til að skríða aðeins upp í. Ég gera það ekki oft. Skullar þetta dagmömmunar og brunar heim og leggur þig. Já, ég er samt ekki mikill kríumaður, Ég verð mjög lélugur. Nei, menn að kríða nokkra mínútur. Þú varst búin að leggja þig þá frá 8:30 til 11. Já, við getum orðað þannig að ég hef tekið nokkra setur. Ok, nokkra setur. Bara spyrja, verður hreinskilinn. Ok. Varstu, já eða nei, í Destiny til 3-4 nótt? Ég ætla ekki að ljúga hlustundum. Ég greip í pinna í gær og spilaði þess fannettir, já. Já, í PlayStation. Já, svona aðeins, já. Hvað spilaði lengi? Nei, ég veit það ekki. Segðu satt? Til 3. 3? Já, ekki nema. Það er rólegt 5. Nei, en þið er orðin agaleg, þú og Sverrir Bergmann og þið eru bara í þessum Destiny-leik til 6 á morgun. Maður verður samt að fá bara smá tíma að þú ert búin að vera að vinna þetta daginn og búin að vera að döblast og vinna kvöldur. Já, náttúrulega bila að gera hér. Já, það er crazy nefnilega og þá verður maður að fá bara smá tíma til að sóna út. Hvað er þetta að gera í Destiny? Þetta skjóta eitthvað fólk? Já, ég er til dæmis seiðkall og er að... Seiðkall? Já, ég er seiðkall, ég er bara alltaf ýmislegt. Ég fer á Saturn og Venus og Mars og er bara að bralla hitta þetta. Já, takk fyrir það. Egil, hvernig er þú? Ég hef aldrei verið betri. Aldrei? Nei. Bara eins og nýr. Það situr og tölvan er opinn og það er Bet365. Ég var að opna blöðsnappið. Ég var að taka mynda með headphone-in og mikrofónin í andlitunni. Ég er að velta hvaða emoji kalli get sett inn til að setja inn mynd. Þú ert búin að vera að vinna svolítið mikið með svona emoji kalla. Hvenær er bara enough is enough? Já, er ekki komið gott að emoji kalla? Ég er búin að fara yfir alla kallana. Þú ert ekki bara að setja það alla inn? Já, ég er með 3 í hverju viku. Ég ætla að fara yfir einn og einasta kall sem stendur til búa. Egil til meina að emoji kalla muni taka yfir. Við munum ekki lengur senda, þú veist, heyri öddi hérna alltaf komið bíó í kvöld. Tungumál mun deyja út. Tungumál deyja út, það er bara emoji kalla að taka við. Okay. Þannig að þú ert með emoji kennslu í dag? Að sjálfsögðu. En við erum ekki bara með emoji kennslu í dag sem betur fer því að þá var þetta nú ekki áhugaverður þáttur. Við erum með, það sem að stendur upp úr er Jón Jónsson kom fyrir í dag og tók upp óþægilega símtali. Já, anskotin hvað var óþægilegt. Já, og það gerðist svo fallegt. Það er komið, bara dealbreaker fyrir okkur drengina hérna í FM 95 blöð því að núna er hægt að gera símat úr gemsa. Já. Og við erum konum með tengingu fyrir það, þannig að það er hægt að hringja úr gemsanum sínum og þá fattar fólk ekki að þetta sé vinnunúmer. Við þyrftum að gera eitt núna. Við þyrftum að fara út af bensinstöð, kaupa okkur kort sem er ekki skráð og þá þyrftum við aldrei að vera að stilla á joke-mót. Fólk er alltaf, ef þú ringir úr leinnúmeri eða fyrirtækinúmeri, þá hafa allir varan á. Þú ringir bara úr eitthvað 822 Já, þetta þýðir líka, við getum byrjað að ringja úr okkar eigin gemsum bara, ég get komið hérna bara seint á kvöldi til á mánudegi eitthvað og ringt í móð mína eitthvað Já, einmitt. Þetta er svo gott. Já, þetta er fallegt og það sem að gerðist, við vorum að fara með Jón Jónsson í vonda símtalið og þá ringdi kærastinn hans og var eitthvað að stressa sá að mammen hafa verið heima að passa og við breyttum því í óþægilega símtalið. Já, við sögðum honum að svara og tókum það upp. Já, þeir eru að fara að heyra Jón Jónsson eins og þið aldrei heyrt hann áður. Þar sem hann er að ræða við konuna sína að mamma hennar, eða tengdamammans Jóns, hefði verið brjáluð út í hana því að hann var ekki að passa. Og ég var í stúdíónu þegar það var tekið upp og ég var farin að svitna á baki. Það var mjög óþægilegt. Þannig að það er á sínum stað. Herðu, ég hafði nægan tíma, ég var mikið að ferðast. Ég hendi í myndunum fyrir Casio-ferðalagi. Yes! Ok, það eru góða fréttir. Þannig að sáttagsskjólið kemur aftur í dag. Sturla staðreyndir alltaf á sínum stað. Svo erum við með giftast, sofa hjá, drepa. Hérna stendur með allt og stórum stöðum, spurningakeppni Gilsarans. Við vorum með gifta, sofa hjá, drepast þegar þú varst út í hundum. Og nöfnin sem voru, nú ætla ég að spyrja þig bara örstu. Það var Sigmundur Davíð, Bjarni Ben og Gísli Martin. Hvað myndir þú segja bara svona, nú er ég að put you on the spot? Úff, erfitt maður. Já, ég myndi giftast Gísla, sofa hjá Bjarna og
Hún fór með Sigga Grepa King Silva. Nei, Simmi þyrfti aðeins ég veit það ekki. Nei, ég segi svona. Nei, þetta var bara svona svipað á flesti sögðu. Já, svo erum við með, hvað í spurningakeppni gerist annars í dag? Það King of the Bad Employee. King of the Bad Employee. Ég hef unnið í mörgu vinnum æfina. Já. Spurningar svona, basic spurningar, ætla að sjá hver ætla að vera verri starfskraftur svona í gegnum með tíðina. Sko, ég ætla bara, varst þú einn af þeim sem gafst, þú varst ekki að tolla í neinu? Ég líklegur annars sko. Já, ég nefnilega líka. Ég hef verið að vinna á mörgum stöðumstrákar. Ég hef verið að vinna í Sundlaug, Hagkaup, Móum, það kjúklingaversmiða. Ég hef verið að vinna á Nestek, dekkjavestæði. Ég hef verið að vinna út um allt. Og allstar skildi ég eftir með brenda brýr. Allstar. Þú ert líklegur að tapa þessu. Sko, þetta að vinna þetta. Þið eru bara 50-50 myndi ég segja. Já, ég held það líka. Svo erum við líka með hvort myndur frekar og það Íslands slúður. Já, það brakandi fest slúður. Þið eru farin að þekkja þetta, kæru hlustendur. Við lofum ykkur stórkostlega. You're so indecisive what I'm saying. Trying to catch the beat, make up your heart. Don't know if you're happy or complaining. Don't want for us to Vinir, þeir að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957. Það Steindi June, Egil Gils og Auðun Blöndal með ykkur á sem glæsilega föstudagurinn 23. október og það margt að gerast í kvöldstrakar. Meðal annars það að ég er að fara að fá mér í drikk. Já, það kemur engum óvart. Það kallar sig að vera hellan sísi. En það eitthvað Reykjavík Comedy Festival líka. Já, ég ætla að kíkja það. Ég ætla að kíkja það því að Óli Jó vinnur okkar. Já, Óli Game TV. Hann er að fara með uppistandi. Hann er mjög fær uppstandari. Ég er aðdáandi. Þú hefur séð hann, Ég og Egil fórum á hann. Við fórum þegar þú baðst okkur að koma en við ættum að byrja að fara að sjá hann áður að færum út að borða en svo komst þú 9:30 þegar allt var búið. En við Egil sáum hann. Þú giftir niður og skeist þar. Já, ég mætti ekki sjálfur en var hann ekki góður? Já, mjög fín. Það var stemning að sjá hann í kvöld. Ég ber líka virðingu fyrir honum. Þetta er svona gamall draumur hjá honum, stand upp og fara út fyrir comfort zone-ið. Já. Og skemmta fyrir framan hópa fólki. Ég tek hattinn ofan fyrir King Óla. Já, þetta er sniðut. Maður þetta kannski að fara í kvöld og peppa. Já, ekki spurning. En það er komið að, hver sá hann slúður þegar ég var úti? Herru, Egil? Það var Egil, já, sjálfsögðu var það Egil. Og hvað? Hann var með, sko... Ég er með frábæra punta. Já, auðvitað, ég ætla ekki að... Var það Patrick Schwarzenegger, Miley Cyrus og Kim Kardashian? Ég ætla ekki að fara að skýta við slúðrið þitt, en það var on fire, þetta slúður þegar... Ég var með Patrick, ég veit ekki hana. Þú varst alltaf með saman lið. Og ég var með Kardashian líka og ég var með Miley. Það er nóg að gera þetta á Kardashians núna, þetta verða mestarum. Ég veit það, en sko, það er sem ég er alltaf með að segja hérna núna. Ég er að reyna að fara yfir slúður. Það er alveg sama inn á hvaða slúðursíðu fer. Það er allt bara Lamar Odom og Khloe Kardashian. Já. Og þau eru hætt við að skilja, eins og komið fram. Já. Eftir að hann fannst meðutundalaus á hóruhúsi, búinn að taka of mikið að eitu. En þetta var svolítið blessing in disguise fyrir okkar mann Lamar. Sko, þau eru að skilja. Er þetta leiðin eða? Fattar þú? Núna er hún hætt við skilnað en hann var búinn að reyna að vinna hann aftur. Já. Þetta finnst mér skrítin leið í að ná í konuna sín aftur. Það var meðutundalausu út úr dópaður á hóruhúsi. Það var bara svona herru. Já, ég er hættu, ég ætla að standa með hann. Var hann út úr dópaður? Já, það var ástæðan fyrir hann dónast í, sko. Var þetta ekki bara of stór skammtur af tippatöflum? Nei, sko, það sem ég er að segja núna, sko, hann var, það fannst kókain í blóðinu. Ég held að það var bara 40 Viagra í blóðinu og það er bara verið nóg, sko. Það var fullt af svoleiðis og fullt af kókainu og það sem núna er verið að fjalla það fannst líka og það er slúðurinn núna, það fannst einhver eitulyf í líkamanns sem að menn bara get ekki pinpointa hvað er. Já, hann hefur verið með eitthvað óþekkt fíkil og ónefnt, jável. Hann er bara lestastjórinn á dælunni, sko. Já, hann er vakstjórinn, já. Hann hefur verið góðu fíling þetta kvöld. Já, hann var vist að í 3 daga. Já, vakandi í 3 daga, sannlega. 3 daga? Shit. Og þau eru hætt við skilnaðinn, þannig að þetta er... Þannig að þú mæli með, ef það er eitthvað út en það reyna að halda í... Ég get ekki mælt með þessu. Já, en ef það er samt einhverjum sem er að gangi í gegnum skilnað og vill ekki alveg sleppa konunni, þá náttúrulega, við kannski ekki mælum ekki með því, en það er alltaf að pælinga að henda sér á vændishús og overdósa fíknefni. Nei, þetta er hræðilegt, maður getur ekki bara að peppa menni þetta. Nei. En af hverju er þetta að fá svona mikla umfylluna? Hann hafi þarna farið í hjartastopp eða eitthvað, ég veit ekki hvað gerist en af hverju, það segir af hverju þetta er frægasta fjölskylda heims, Kardashian fjölskyldan og hann er í henni og þetta er vinsælasta frétt í heimi í dag þess að vera að fjalla þetta. Það er samt eitthvað rangt hvað þetta fæ mikla athygli. Já, einmitt, af því ég sá til dæmis eins og að búa að pósla saman Facebook-mynd þar sem einhver náungi var búin að missa stökk á sprengju og bjargaði fullt af fólki og misti auga og alltaf.
öllum drullu sama. En þegar þessi gæi overdósar á hóruhúsi. En málega, þú blaðamaður Stóni og þú að halda vinnunni, þetta ekki að reka þig. Þá verður fólk að smella fréttina þína. Bara sjálfsögur, blaðamennskan í dag náttúrulega líka farin að snúa svolítið smellina og vondar fyrirsagnir frekar. Þannig að skiljanlega þetta kannski orðið, þetta vinsælli frétt. Þið verið að tjekka hérna á blöðsnappun, ég var að vinna mikið með emoji-kallana núna og ég seti glæsilega myndin, sérðu þessa? Já, það er þú með mikrofón og... Ég laumaði bíflöðin. Ég seti líka hérna gerðandi kallinni svona hérna á hettunni og... Já, svo barmessin. Má ég halda frá með slúrið? Já. Svo það Paris Jackson. Vitið hver það er? Nei. Ég segi að það sé sonur Michael Jackson. Dóttir hans. Já, fyrir ekki. Dóttir Michael Jackson, það er virkilega hugguleg ung stúlka. Hún er 17 ára gömul og menn hafa áhyggjur að henni núna. Hún kom að dæluna. Nei, 17 ára gömul er hún að fara að gifta sig. Hún er sem sagt búin að kynnast einhverjum fótboltaleikmanni sem heitir Chester Castello. Þekki hann ekki, hann spila ekki bara í Bandaríkjunum. Og þau eru það ástofangin að þau eru að fara að gifta sig og núna hefur fjölskyldan áhyggjur því að Paris Jackson er nú að fara að fá smá pening þegar hún verður 18 ára. Smá pening? Já, hún er að erfa Michael Jackson og hans estate sem að þénar einhverja milljarða árið núna og vilja menn meina... Viltu meina gæinn sé... Ég vil ekki minna. A gold digger eða? Ég vil ekki minna. En fjölmiðlar úti eru byrjað að velta þessu fyrir sér og fjölskylda hennar hefur áhyggjur að því. Sérðu samt hvað þetta er óþægilegt fyrir hennan Chester Castello. Kannski bara afstofangin að henni. En minna hvort þau þurfa að gifta 17 ára svona mál. Hann sagt að þau eru að gifta okkur. Rétt ára kassið dettur inn. Það veit alveg hvað hann er að gera. Nei, það er ekki þetta að vera. 100%. Já, ok, það er bara 100%. Hann hefur sagt bara, hörðu, hvað segir við giftum okkur hérna? Hvernig er við 18 ára? Næsta mánuð ekki, gifta okkur núna bara, drífa þetta af. Ok, svo var það half. Hann tekur half for shit. Það er það sem gerist þegar þú giftið og skil. Ég ætla að vera sammála allir. Nei, ég segi sér bara ung og ástofangin og vitlaus. Tíminn með leiði ljós blöð, hver er rétt fyrir sig þarna? Þau verða skilin þegar hún er 19. Ég sendi það SMS, þau eru skilin. Matt Damon, hann var í viðtali, hann er hamingjusamlega giftur og mikill fjölskyldur maður og er með svona hjónabandi í Hollywood sem að gengur vel og þá var verið að spurja hann að uppskriftin og hann sagði ekki giftast annari þekktri mannesku. Hann varð ástofangin að sinni konu þegar hann sá hann að vera að vinna á bar og þau eru búin að vera saman síðan. Hann sagði að það væri ómikil athygli og annað á sambandinu ef þau eru bæði þekkt. En eru Brad Pitt og Angelina Jolie gift eða? Þau eru ennþá gift, já. Það er K.O. Já, hann er bara Brad Pitt getur sendt honum SMS, K.O. Nei, hann er, það var svo heitlur maður. Hann er bara að tala að það sé uppskriftin sín og þá var að öruglega vera. Brad Pitt getur svarað honum, K.O. Já, Brad Pitt var líka giftur Jennifer Aniston og skildi. En Brad Pitt hann getur svarað því, myndað þeim tveim og K.O. Og líka, Brad er mikill fjölskyldumæður. Ég held að það eiga sko 13-14 gríslinga heima. Já, Brad Pitt er bara hinn bandaríski Logi Bergman, ég held að hann sem er 18 börn. Þannig að svona var slúðupakkin. Var þessi verri heldur en slúðupakkin að segja? Þetta var enda mjög fín pakki, en ég náttúrulega, þú komst ekki til að Nicolas Cage, hann er náttúrulega búin að vera út allt. Fór á töfrasýningu. Fór hann á töfrasýningu? Já, og það var gríðarlega spennandi. Hér eftir smá stundi er það myndur fyrir Cass í fyrsta sinni í langan tíma. Svona komdu bara inn fyrir. Við erum með feitt á könnunni. 20% afsláttur á olíu, öllum síum, rúðuþurrkum, bílaperum, þurrkublöðum, þurrkugúmí, rúðuvökva, frostlegi og 15% afsláttur af vinnu við smurningu. Já, það verður smurt með kaffinu. Já, viðurkenndum þjónustu aðilum Toyota í október. Toyota, engin vandamál, bara lausnir. Superdry hefur opnað geggjaða búð í Smáralind. Komdu við til að skoða úrvalið og hafðu trendin á hreinu eins og David Beckham og Kylie Jenner. Superdry, Smáralind. Gerðu heimilið notalegra. Í IKEA færðu hlýleg og fallega lýsingu sem lýsir upp skammdegið. Jólin þín byrja í IKEA. Ég elska blautkossa. Mitt einkamál. Engin transfita, náttúruleg hráefni með sólblómaolíu. Marút gerir gott enn betra. BK kjúklingur. Kjúklingasamloka eins og hún gerist best. BK kjúklingur. Grensásvegi. Það er ekkert að því að lenda í ræsinu hjá okkur. Keiluhöllin Egilshöll færir þér FM 95 blöð og frítt far í bæinn.
How deep is your love? Calvin Harris sem spyrir því hér á þessum föstu degi. Þið eru að hlusta á FM 95 Blö hér á FM 957 og við þökkum ykkur kjallaði fyrir það. Verðum ykkur til 6 í dag og já, það komin tími núna á dagskrálið sem að hefur verið reglulega í FM 95 Blö undanfarin ár. Já. Og herri, talandi undanfarin ár. Næsta föstudag 4 ára afmæli FM 95 Blö. Og við verðum með veistlu. Þá erum við að fara að fá gamla góða gesti eða ekki? Jó, við ætlum að vera með splungun í hann tong, við ætlum að vera með splungun í hann brjánbrega, við ætlum að vera með 4 ár sem við byrjum að bulla hérna í radio. Já, þetta er ekkert eðlilega fljótt að líða. Shit! Já, þetta er bara hræði mann, sko. En já, þannig að það verður svaðalög þáttu næsta föstudag 4 ára afmæli. En þetta er... Ætla menn að vökva sig eitthvað á það, hvernig það? Það kemur ekkert óvart. Þið getum þetta að halda upp á það afmæli. En hins vegar er núna dagskrálið sem að, já, var reglulega í FM 95 Blö, en er orðið pínu svona spari núna og heitir Myndur fyrir cash. Yes! Aha. Hann dettur inn af og til. Já. Og þá fæ ég trailer og alla bakkan, heila hallan aftur. En að gera samningum að ekki trailer en þú færið myndur fyrir cash. Nei, mjög slæmi samningur, ég græði ekkert á hann. Ég fæ hvað sem er myndir fyrir cash. Are you ready? Is everybody on the floor? Are you ready, Iceland? We put some energy. Are you ready, Iceland? Þetta er kolvillust trailer. Þetta byrja að svipa. Þeir eru allir eins. Það er ekkert skrítið að rugglast, þeir eru allir nákvæmlega. Þeir eru ekki bara komið þá. Nei, þetta var stuðla trailer. Þetta er alveg eins. Það kemur völdileg. Pockets full of Cash! It's cash! Would you be bald for $1 million? Would you shave your ass? Ég var bara að gleyma, þetta er allt og langt mann. Við þurfum að kvarta á þetta. Ef ekki heyra það segir all them cash blonde air. Nein, allir góðir. Og það er líka nafn sem við erum hættir að nota. En þetta er dagskólaðin Myndur fyrir cash. Best afsökun á þessum trailer. Má ég lauma inn? Ég var að hugsa mikið undanfarið og ég hef ákveðið að markasetja þetta. Ég ætla að byrja að markasetja cash tag. Núna. Nei, það er bara glimt í. Og ég ætla að pakka saman the hashtag. Þannig að allt þú sér mig á Twitter núna, ég mun aldrei setja hashtag, einungis cash tag. Það sem þú setur pening og tag. Nei, dollaramerkið og síðan bara það sem ætlar að segja. Og það er cash tag. Já, eins og núna, ætla ég bara að skrifa, ég ætla að gera núna bara dollaramerkið, dollaramerkið og síðan ætla ég að skrifa bara all them cash blonde air í einu orði. Já, frábært. En eru tilbúinir í Myndir fyrir cash? Talandi cash. Já, við erum klárir. Og þá kem ég með fyrstu spurningu. Myndu skein ykkur með höndunum í 1 ár fyrir 25 milljónir? Skein okkur með... En maður skeinir sér með höndunum. Já, en þú mættir aldrei nota pappír eða... Fattar þú ert bara að nota hendunar. Engi pappir á milli. Og hvað grípur það bara hæðið, hvernig gerir þú þetta? Grípur það bara hæðinar og kastar það eitthvað eða hvað gerur? Nei, þú bara skeinir það bara með höndunum. Þú myndir hæja þér í klósett og svo myndir þú nota handabakið. Handabakið? Þú ert bara að nota hendununa til þess að skeina þig. Það er sem ég er að spyrja. Ég er bara að spá í, þú veist, er það ekki bara ein skeina? Bara hefur ekki prófað þetta. En þú veist, að þú skeinir bara með höndinni, farið kúka á hendunar. Þú veist, það er ógislegt, ég veit það og þetta er bannarætt og allt það en hvað svo? Þú veist, þá þurftur að þvo þér og svo skeinar aftur eða ekki, annars ertu bara maður þurftur að tegja sig í vaskin þetta er að greiða eitthvað þannig. Þetta er ógislegasta sem þú Hvað er mikið kassarna? 25 milljónir. Jésús. En þú getur náttúrulega ekki hægri og vinstri. Hvað er þetta lengi? 1 ár. Þetta er reynda 25 kúr. Þú mátt síðan alltaf hoppa í sturtu. Já, ég meina, hvað ætlar að gera þú ert heima á einhverjum öðrum eða þú ert í bíó eða eitthvað? Maður myndir náttúrulega ekki gera þetta þar. Þú myndir frekar skýta í þig bara? Nei, maður getur bara haldið í sér. Hvað mennur, hundar geta haldið í sér í marga klukkutíma. Mannfólki á að geta Ég meina, þú hagar oft eins og hundur en þú ert ekki hundur, sko. Nei, ég er að segja, þú veist, sko, Er það bara að segja já við þessu? Nei, maður getur haldið í sér og fresta þessu með alls konar triksum. Sko, það sem ég er alltaf verið með þú veist, þú ert ekki að taka hárið af mér og það er enginn að slasa sig og þetta er svona 25 milljónir, skilur. Þetta er mjög saklaust. Setur það bara á par við að slasa sig að þessi verið að taka hárið af þér? Nei, þú veist, þetta er ekkert eitthvað extreme shit, þannig séð. En byrja það extreme shit að raka sér sköldu þannig? Þetta er langar eins og Egill myndi missa hárið. Já, hvað væri gott á hann, maður. Hörru Robby að segja mér morgun að ég að vaxa allt og hrætta með hárið. Hann var að skamma mig. Hvað ég að gera í? Greið. Hvernig að hæja á því? Hérna, er þetta já eða nei? Eins og ég segi, ég get haldið mjög lengi í mér. Ég get það, sko. Það er bara,
Ég get það sko, ég gæti Hvað, hefur þú reynd á það oft? Nei, þú veist, það bara ofta maður einhverjum bara, það best að kúka heima. Við getum orðað þannig. Já. Ég ætla að segja já. Ég gæti þetta, já, ég gæti þetta. Egill, já eða nei? Bara skeinaði með höndunum í 1 ár fyrir 25 miljónir? Ég myndi borða þannig fóður. Ég myndi sko... Þú getur ekki breytt mataræðinu fyrir milljarð, sko. Ég myndi allavega eima á harlífi. Ég alveg, þetta rosalega 50-50 eitthvað. Hvað ætlar að gera að fá niðurgangi? Ætlar að vaða með hendur? Ég veit það ekki. Þú sagðir já? Já, ég veit það. Ég veit bara að ég get stjórna mínum hæðum. Þetta 25 kúlur, engin slasa sig, maður einn ykkur herbyggja, sér þið engin, já, fuck it. Ok, þá það næsta. Myndið vera andfúlir í 1 ár fyrir 70 miljónir. Þetta bara, það eins og þeir eru bara ógeðslega andfúlir. Erum við að tala bara, það ekki sens að vera í sama herbyggi? Jú, en bara þegar þú ert í einhver herbyggi þá finnur fólka. Já, bara þegar þú ert inn í herbygginu. Já, svona þú ert að tala við, þú ert að tala við andfúla manneskið, ekki? Já, þú ert bara þannig alltaf og ógeðslega andfúl. Já, myndur þú segja að þetta væri svona líkt eins og þú væri kannski búin að fast reykja Winston í hörðum, út í rigningu og borða ostapopp á meðan? Ég bara sem betur fyrir hef ég aldrei prófað það og mun aldrei gera. Nei, ég hef ekki prófað heldur. Er það sem kona þín lendi í? Nei, alls ekki, ég er bara svona að reyna að gera mig grein fyrir hversu vondlitt þetta er. Er það já eða nei? Sko, maður getur auðveldlega, ef þú ert að tala við eitthvað, bara, hort eitthvað annað og passa að vera ekki mikið í návíum. Þú getur að eitthvað að redda þessu. Smynd eða húpa búpa eða eitthvað svoleiðis getur alltaf verið með þannig á þér. Þú mátt það ekki? Já, þú mátt tala við ekki. Nei, þú ert bara andfúll. Það mátt ekki gera neitt í því. 70 kúlur, 1 anskotas ár. Tekur maður þetta ekki alltaf? Já, en, jú, og það er árið fljótt að líða. Já, algjörlega. 4 ár sem við byrjuðum með þann þátt. Það er 4 ára afmæli næsta föstudag. Bara þetta útskýrða það fyrir þér? Ég ætla að setja já á þetta. Báðum mig já þannig. Já. Það var það síðasta spurningin í dag í myndinu fyrir Cash og já, hún er öðru í sig. Ég ætla bara að segja eitthvað. Ég myndi eiginlega að segja já við öllu, sko. Já, ok, þá var gaman að heyra hvort þú segir já við þessu því að þú ert nú oftast helviti ódýr í þessu. Myndið þið hætta með kærustinn ykkar fyrir milljarð? Fyrir milljarð? Nei, ég er að tjóka. Nei, ég ætla að segja nei. Ég segi nei á þetta. Það fyrir bara beint í nei? Já, ég fyrir beint í nei. Já. Og það hugsaði ekki svo í 1 sekúndu? Já, hann sagði strax fyrir milljarð. Já, ég var að grínast með það, þú veist. Fyrir milljarð, ég sagði þetta svona. Fyrir milljarð, nei. En myndið ekki, þetta er ekkert að hugsa það einu sinni? Nei, maður þurfti ekki að hugsa sig. En ekki nema að þetta væri þannig að þú getur hætt með konunni, kassað inn og byrjað með henni. Já, finnst þið það ekki líklegt? Það sé svolítið þannig? Nei. Það er ólíklegt að hann sé til í það. Nei, þið fáu aldrei, mátt aldrei byrja með náttúrulega. Þetta er slæmt breyku. Að taka cash fyrir eitthvað, að særa eitthvað og svo framvegis, get ekki tekið þátt í því. En inn í herbyggi... En þið myndið hætta í góðu? Í góðu? Akkur heldur að geta þá ekki byrjað aftur saman? Af því það er bara against the rules. Ok, þið myndið ekki særa kærustu ykkur ekki neitt. Hún myndi alveg vera sátt með það. Myndið hætta með þeim fyrir milljarð. Ég er búin að svara. Ég er búin að svara. Þetta er bara eigin. Ég þarf að henda nei á þetta. Nei segja. Já, eitt nei í það. Þar hafið það, kæru hlustundur, þeir eru tilbúin að skeina sér í heilt ár með höndunum og já, þeir eru til í að vera andfúlir. Hversu margir eru núna? Þeir eru ekki að fara að vera á lausu fyrir milljarð. Hversu margir eru núna í bílinn sinum að rúnda með konuna í framsætinu og að horfa að hérna vera milljarður. Já, stoppa á hendin út. Said you want a little company, and I love it cause the thrill's cheap. Said you left him for good this time, still if you knew I was here you'd wanna kill me. But it's time you met the real me, filthy, but wasn't always will be. You pill, filling out. You just want a little company, and you just really want a thrill seek. Said you left him for good this time, bullshit, what'd your friends do, spill beans? Or you just wanna be guilt-free and still creep, but these hills see from that POV. We can touch, but the only way you feel me is with a camera, feel me? You're nothing but a barfly, you got your sights set on the one who you run to. But I'm a far cry from what you might get if we come true. So keep texting me, but at night if you seek those thrills, what I expect to be. Cause if you cheat on him, just means I will be the next to be your ex. So no complexities, just sex. And don't lecture me, just accept.
The Hills með The Weeknd. Þeir að hlusta hér á FM 95 Blö. M&M með honum hann í þessu. Og já, það styttist í óþægilega símtali með Jóni Jónssoni sem var verulega óþægilegt. Hann kemur hér á eftir. Það styttist líka í Gifta, sofa hjá, drepa, spurningakeppni Gilsarans og ég veit ekki hvað okkar. En það eitt sem ég þarf að ræða við ykkur drengir ráður við förum í þetta allt saman. Já. Og það ég fylgdist með bekkpressukeppni á Snapchatinu þegar ég var erlendis. Já, jú. Og það gerist hvað? Síðasta föstudag fórst í veðmál við Lóa Bergmann. Já, sko, þetta gerist bara óvart. Við vorum að tala um bekkpressu og líkamsrækt og allt þetta og það kom upp að ég geti aldrei tekið 80 kíló í bekk. Aldrei. Það kom líka á daginn. Þú varst mjög kokki og sagði þér að þú getur alltaf tekið, myndir alltaf ná 80. Þú náður ekki eins og 70. Já, sko, ég held ég myndi hendi upp 80. Ég veit ekki út af hverju, ég held það. 60 kíló, ekkert mál. En þú ekki, nú spyr ég því að þú ert þjálfari og þekkir þetta betur. Ef þú ert 100 kíló, áttu ekki að henda upp 60 kíló og það bekka? Þetta er náttúrulega mjög algengum misskilningur hérna í stúdíónu. Ég ekki 100 kíló, ég 84 kíló. 83 í dag. Þú ert alltaf 90. Nei, ég hef aldrei verið 90. Ég hef aldrei, fyrritalan hefur aldrei verið 9. Leið og það gerist, þá ég líka búin að segja þetta margótt. Ef ég verð einhvern tíman 90 kíló, þá fer ég í ræktin actually. Þetta var skrýtnasta uppbytun sem ég séð á ævi minni. Sko málega það, ég ætla að klína svo þetta montas sem hann hendi í. Ég var bara að sprengja mig áður en byrja. En ekki það, svo var líka sumt sem varst hissa á það. Það alveg eðlilegt að hann sláði þig fyrir þunga lyftu. Já, sko, mér finnst það megið þurrka það út úr sem bransa. Því að ég skil ekki alveg tilgangin. Þetta geti líka bara að losa fyllingu eða broti tönn. Sko, ég gerði allt til að peppa. Ég gaf hann pre-workout, hann fekk ripper, hann fekk curse og ég hendi hann í etið belti á hann fekk nefntobak, ég setti ammoniak í hann og hann þetta skeitt þar. Ammoniaki gefið kikki svona 7-10 sekundur. Hann hljóp út allt gym eins og stungin grís. Þetta var samt ógeðslasta sem ég hef aldrei andað saman og ég vissi rauninni ekki alveg hvað var að gerast. Þetta var svo sterkt og bara nefngunginu með sveið bara upp í heila sko. En ég veit ekki hvað nefntobak á mögulega getur gerst. Það skemmti bara fyrir. En ammoniaki, það allt öðru í þessi kikk en þú varst að segja mig frá þú út alltaf að taka bláu töflunar? Þá þú varst ógstlega hissaði. Hvað er bláu töflur? Hann bara eitthvað fokast í beinni hérna. Ég veit ekki eins og hvað að tala en sko bláu töflunar. Hann er að tala um Viagra töflur. En allavega sko, málega ég hendi upp 60 kílum, ég pumpaði það. Nei, það fór ekki talið. Jú, ég geti tekið 10 sinnum 60 kíló. Ég veit að það eru einhverjir sterahausar út úti sem að hlæja mig núna, en venjulegi maðurinn Meðaljón sem hlusta til bæ, hann gæti ekki hent upp 80 kíló. Þarna sannaðist að það gerist allt oft í þessum þætti að your mouth is writing cash, checks, your body can't cash. Nei, sko, málega það. Þú ert fullur af skítina. Ég hef alltaf ofmetið sjálf með smá sem íþróttum. Ég veit ekki það. En ég get hent upp 80. Ég vissu það. Ég vissu það. Þú getur alltaf að gefa Loga rematch eftir kannski 2-3 mánuði og reynda að gera það. Ef ég fengi að taka 4 sessjón í ræktinni, þá geti ég tekið upp 80. En veistu hvað þarf að gerast til þess að þú takir 4 sessjón í ræktinni? Þú ert að mæti í ræktinni. Já, ég veit alltaf það sko. Ég veit alltaf það, og líka bara, þetta er svo mikið metnaðis í ykkur. Ef ég væri í ræktinni á hverju einasta degi og væri alltaf að reyna að djöflastu að bæta mig og væri alltaf, þetta væri bara líf mitt, þá væri ég að dæli mig sterum í fyrst. Mér finnst alveg ótrúlegt að menn sé ekki að Er ekki nógu sért að hvetja til reykinga og annað? Þarf þetta að fara að planta sterum minni þetta líka? Ángríns. Þú byrjar að auglýsa ólöglega efni núna líka. Hendi mér smá anadróli og ég hendi þessu upp eftir 2 vikur. Þar heyrið það krakkar, það er bara ein ísköld Salem og svo anadról þegar byrjið í ræktinni. Þetta er fyrirmyndafaðurinn Steindi Junior. Ógleymanleg fjölskylduskemmtun á Skjá einum. Þjálfararnir safna liði. Leitin að næstu stórstjörnu Íslands er hafin. Frábæri söngvarar og sviðið er þeirra. Ég skal klippa mér allt hárið. Þetta voru gæði. Kostur óværi. Svala Björgvins, Helgi Björns, Unnsteinn Manuel og Salka Sól. The Voice Ísland í kvöld klukkan 20 í opinni dagskrá á Skjá einum. Galaxy S6 Edge og Edge Plus. Þeir eru báðir flottir. Kíktu í heimsókn, við lofum að koma þér í rétta stöðu fyrir helgina. Joe and the Juice, Kringlunni, Smáralind og World Class laugum. Höfðabílar, vantar allar gerðir af bílum á skrá. Hafðu samband og við seljum bílinn þinn. Höfðabílar, Fossálsi 27, sími 577 4747. Ég elska að daðra.
Mitt einkamál. Viltu alvöru fæðubótarefni? Trekk og Ólymp fást hjá okkur. Vaxtarvörur.is, Hafnarfirði. Var fritt far með rútu í bæinn helgar. Það Keiluhöllin Egilshöll sem færir þér FM 95 blöð. Goat mouth mammy fuck. Bitch, where you and I was... By the time you hear the next pop, the funk shall be within you. Kunda, hér með Kendrick Lamar þegar að hlusta á FM 95 blöð á FM 957, það Auðun Blöndal, Egill Einarsson og Steindi Junior sem eru með ykkur hér til 6 í dag. 3 ostameistarar. Já, styttist í Jón Jónsson, hann í óþægilega símtalið dagsins og hann að fara alltaf tónleika og eitthvað, þannig að, já, hann nú svona vinnu þáttarins og hann komið áður. En erum við ekki bara að syngja fyrir Jón eða eitthvað hann svo vanlega það kemur? Nei, við fórum í óþægilega símtalið með hann fyrir í dag og ekki missa því, það er veisla. Og þar fær fólk líka eða bara heyra nýja hliða og Jóni og við fáum bara heyra hvernig hann og kærastan hans tala saman sem mjög áhugavert. Má ég koma með hugmynd? Bara verður alveg hreinskilin, hvernig tekur í það? Má ég skrá þig inn á einkamál? Nei, það dögt allt þetta first date og einkamál. Það er sko, þetta er opið og það er mjög mikið bisexual mönnum að það. Já, og hvað, af því að ég er bæjari? Nei, ég er bara að segja, þú veist að það var bara gaman að sjá hvað þessi menn segja. En málega, ef þú gefur umboð, bara ég Auðun Blöndal, gef þér Egill Einarsson leyfi. Skráðu sjálf þig, Adin. Það er komið að sturlum staðrindum. Já. Og fyrsta sturlaða staðrind dagsins hljómar svona. Ég myndi kalla það cash þarna. Já, það er ógeðslegt. Bara cash. Já, bara hættu þessu. Pælið, myndi geti verið bara seðlar. Það myndi vera... Já, djöðl myndi það virka. Það myndi svinnvirka, ég get lofa það. Ég myndi að ná mér í eðalkonu á því. Já, fyrsta sturlaða staðrind dagsins. Bogfimi jógst 600% í Bretlandi eftir að fólk sá Orlando Bloom með bogan í Lord of the Rings. Æðlilega. Sko, ég er búin að vera, ég hef sagt þetta við ykkur áður. Ég vil að við förum á æfum bogfimi. Það er mjög þægileg og íþrótt sem henda allir mjög. Ég held að þú er ekki góð með bogan. Ég er rosalega með bogan. Já, alveg svo verður létt með að taka 80 kíló í dekk. Ok, ég get ekki nýtt veðmál þess vegna þú vilt. Ég gæti það núna. Ég get lofað í fyrsta, ef ég fengi 3 tilraunir, þá myndi ég hitta í miðjuna með boganum. Ekki séns. Þetta er miklu erfiðar að... Þú ert ekki Orlando Bloom í Lord of the Rings, sko. Nei, ég veit það. Þú myndi ekkert aukast bogfimi á Íslandi ef þú myndi leggja einhverju bíómynd með boga, sko. Ég grunar samt að Steindi gæti verið svona þannig típa sem er góður í svona kirstu íþróttum. Eins og svona bar íþróttum, eins og pool, pílu. Þú ert ágættur eins og við spilum mikið boccia í garðinu með maður. Þú ert ágættur í því. Boccia, pool, píla. Það gæti verið ágættur í bogfimi. Það er engin hreyfing í, ekki nein. Nei. Þú ert góður, þú þarft ekki að anda mikið. Ég myndi sennilega vera í hjólastól því ég væri að skjóta. Það er bara, þú veist, ég myndi vera í ykkur góðu sæti og vera með hanska og vera með bogan spentan, ég gæti þetta, ég lofa þér í. Ok, en allavega þá jógst gríðalegur áhugi jógst á bogfimi eftir Lord of the Rings. Svo er hér, eftir að þú verður ástfangin einhverjum, er aldrei hægt að vera bara vinir. Já. Þetta vil ég að meina hérna í stjórnlegu starrendum eins og með fyrrverandi og annað. Það er bara vist of mikið sem hefur gerst að þið geti aldrei verið bara vinni eins og vorið áður yfir. Nei, það er bara þannig. Ég þekki nú ekki marga sem eru hangandi með fyrrverandi allan daginn. Nei, er það ekki líka svolítið skrítið? Já, ég myndi að segja það. Já, ég hérna... Svo sést að allt í lagi að vera vinir, auðvitað. Það er bara, það á að vera þannig finnst mér en kannski ekki, þú veist... í bíó hverju kvöldi. Nei, en það sem ég er að segja, ég er nú hvað með 2 sambönd á bakinu og já, vinur begge en geti aldrei verið bara vinir. Þú veist, ég er ekkert að fara að hanga með. Hvað myndi þá kærasti fyrirverandi segja við þig ef þú var alltaf að sækja fyrirverandi og fara inn í bíó? Það er svolítið það er rangt á alla kanta. Svo er það hér næsta. Ég veit ekki, sumstaðar er þetta kannski læg, ég veit ekki. Já, en ekki samkvæmt stjórnlegum starfum. Nei. Richard Gere var á fullum skólastyrk í háskóla sem 5-leikamaður. Wow. Það vissi ég ekki. Ég getur nú ekki ímyndað með Richard Gere fara í eitt gott spíkat, sko. Já, það er hann ungur. En sérðu bara að þetta er nú einn myndalegsti maður bara of all time. Svo var hann í 5 leikum líka. Hann hefur ekkert verið í vesinni með, að finna sér konu held ég þegar hann var yngri. En það var hann alltaf með Cindy Crawford á sínum tíma. En hvernig koma 5 leikarnir í það?
liðugur og toppstandi og hvernig Hefur þú séð fimmleikamenn? Þú getur til dæmis ekki farið í fimmleika til þess að berga lífiðinu stendi, sko. Já, ef ég fengi nokkuð sessjón og fara að æfa hjá árum Mikið óbóðsleg ofsatrú er þetta á þér. Ég hef bara trúa svona. Er að fæðast annars náttúruna og fara með því hérna í salalöginu og fara hans í, viltu fara í fimmleika sessjón? Ég skast þetta undir peninga, þú getur ekki gert eina æfingu. Ekki eina. Ég ætla ekki að fara að henda mér í fimmleika. Ég hendar að milli svona, taka tvíslána og kannski hringina. Nei, ég ætla ekki að... Þú getur ekki svona hangið í hringun. Ekki meira svona 5 sekúndur. Auðvitað gæti ég hangið í hringun. Þú getur kannski farið í kottnís og bláudinni. Já, ég myndi geta það. Ég man alltaf eftir því þegar ég var í leikum og íþróttum á sínum tíma. Ég var mjög góður í hestunum þegar maður sko... Þegar maður stökku yfir hestin. Ég ætla bara að heyra hérna í Gerplu og við ætlum að fara með því næst í fimmleika. Já, ég er nú ekki alveg með það. Er ég farin að vera eitthvað tilraunadýr þetta? Ég er bara að segja, ég get hoppað yfir hest. Ok, er það að segja mig það strákar? Þið hafið ekki trúið því. Þú gætir ekki hoppað yfir kópavóðsportin, sko. Þú gæti ekki að hoppa yfir hest. Haldið ég get ekki hoppað á trampólín eða svona á okkar drast, svona dæmi sem skýtum hann aðeins upp. Ég veit ekki hvað það heitir, eitthvað spennubretti eða eitthvað kjaftaði. Bretti bara. Já, og ég get að hoppa á þannig og yfir einn hest. Ekki fræðilegur. Ég er ekki veist svona. Jú, auðvitað gæti ég. Við heyrum í Gerplu og setjum upp svona þraut fyrir það. Sjáum bara hvernig. Nei, ég er fín. Það er næsta Snapchat í vikunni. Við ætlum að fara með Steinda í fimmleika. Það er bara staðfest núna. Það er vel að prífurskottu, ammoniaki og alla bæði. Nákvæmlega sama á síðast. Ég ætla ekki að fara að taka ammoniaki í fimmleikum. Ég ætla að sleppa líka þessu neftóbaki. Fyrir utan það, okkur er að taka neftóbakan eins og vitleysingur. Það meikar bara enga sens. Þú ekki að sleppa öllum svoleiðis viðbjóðarnir í Gerpluhúsinu. Það eru krakkar þarna og börn. Við erum ekkert að fara á það. Víst. Ég ætla að sanna það fyrir þig núna að þú getur ekki gert neitt af þessu. Þú hefur ekkert með það að segja. Make me a bicycle clown. Svo er það hérna, lunadísfóbía er hræðsla við mánudaga. Já. Ég meina, það er eitt að fíla ekki mánudaga en að vera hræddu við þá. Er það ekki eitthvað? Ég hef reyndar alveg, ég bonda aðeins við það. Ég er ekki hræddu við mánudaginn, en ég er oft alveg bara svona, djöfull. Já, þú getur ekki bonda, það er bara eins og öllum líðust. Einn auka sunnudagur, ef það verður 2 sunnudagar í viku, þá myndi ég fungera svo vel. Það er æðislegt. En sko, fyrir okkur bodybuilderna, það er backpress á mánudögum, sko, þannig að það er bara veisla. Já, þú hræðist þá ekki neitt. Það er svona jákvæða við mánudaginn hjá strákunum. Já, þú þekki það ekki? Jó, ég myndi alveg klálega að segja. Þú kom ættur á mánudaginn í bekkinn? Nei, það var á þriðjudegi eða miðvikudegi. Já, en ef ég væri í ræktinni þá myndi ég alveg klálega alltaf mæta á mánudaginn. Það er alltaf langt skemmtilegast að lifta. Mark Wahlberg var orðinn háður kókaín 13 ára gamall og var kærður fyrir morðtilraun þegar hann var 16 ára. Sem sagt í tómu tjóni Mark Wahlberg sem krakki ólingur. Háður kókaín 13 ára. Þá var ég bara að býta körfuboltamyndum. Hann var bad boy. Já, þetta er hræðilegt. Ég var að taka bara poison bara í poxi á þessum tíma minnum. Það ekki hans. Ég ángrinstur á 13 held ég ekki vita hvað kókaín var. Ég var að satna körfuboltamyndum. Ég var bara að býta. Ég átti tróða fulla NBA hoopsmöppu af Ronny Sækali. Ég var í skotbolta líka, skotbolta mikið. Varst að satna Ronny Sækali? Já, ég fekk alltaf 10-20 Ronny Sækali í Miami Heat á móti einum Jordan sko. Ronny Sækali er DJ í dag. Já, ég með langar að bóka hann á NASA við tækifæri. Það er eitthvað sem ég veit að myndi alveg, það myndi mókast þar inn. Þú heitlast meira fólki með sama tónlistasmekk og þú. Já. Það er bara þannig. Jú, mér finnst leiðilegasta tónlist sem ég er eitthvað alæta sko. Mér finnst bara tónlist skemmtileg. Hvað hlustar Sigrún á? Ef hún er spiluð hátt, mér finnst að tónlist eigi að vera að spiluð há. Ef tónlist er spiluð lág er eiginlega bara öll tónlist leiðileg. En það er dauðarokk. Dauðarokk, já, dauðarokk er mikið. Það er svona. En hvað hlustar Sigrún á? Eru þið með sama tónlistasmekk? Hún hlustar á dauðarokk. Konaðinn? Já. Nei. Uppáhaldsljómsveitin hennar er bara, vöggudauði og Sepultura og Nei, hún hlustar bara á R&B. Ég veit ekki eins og hún hlustar bara á allt sko. Hún er alltaf mikill hún hlustar mjög mikið á Madonnu, hún er mikill Madonnu aðdáandi. En Guri? Það er bara í rauninni aðlæta. Já, bara, já. Kúr losar stress, kvíða og þunglindi allt á sama tíma. Man ef ykkur líður illa, þá er gott að kúra. Já. Hvað sagður? Stress? Stress, kvíða og þunglindi? Já. Eru þið kúrarar? Ég getur algjört kúrið í þessu. Og ég bara
Hvað? Egill Einarsson. Ég sé ekki sem kúrudýr. Ég segi þessi kúrudýr og það er bara Steindi er heldur meiri kúrudýr. Já, það sko, það myndi allir vilja kúra með Steinda. Málega út af því að segja þér reynda svitalegt að munin. Það er ekki svitan. Þú veist, málega, þú getur að henda ykkur svona í lofti. Sko, málega, hvað þarf ekki hlustendur geta bara, já, þetta grínast, ég veit þetta grínast, en hlustendur geta halda þeirra, með öllu gríni fylgir alvara, hugsa margir. Ok, ég lofa. Ástæðan fyrir ég segi þetta er að Steinda finnst ekkert verra þegar fólk, að því að hann nettur haugur og hún finnst ekkert verra þegar fólk heldur að ég er ekki nettur haugur heldur. Víst ertu haugur, lappaði inn í bíliðin Steindi. Já, þú veist, þetta er vinnubíl. Já, alveg saman. Málið það. Þú getur ekki sagt að sér hvað er í bílnum mann. Bara pollur á milli sætana, Pepsi og já, og svo bara sígarettustubbar og sérst ekki aftursæti fyrir drasli og brennugutt í sætum. Já, þetta er bara ógeðslegt. Veistu hvað, ég sko Hún getur ekki sagt Steindur sett ekki haugur. Málega með kúrudís umræðina. Þú ákveður ekki að betra kúra hjá Steinda utan fetuklassa. Það er sem þú menn. Nei, ég ætla bara að þess að útskýra fyrir þér. Ég er ekki fetuklassa. Ég samsar mig vel. Ég er axlabreiður. Það er ekki full ljótt. Ég setur hliðin á. Fínt að kúra með Steinda. Ég er fetuklassa. Ég var að grínast. Fetubumba finnst mér í lagi. Bara tjöppi, bústinn, mjúkur. Það verður að klessa. Þá hugsa ég svona 800 kílóa mann sem liggur upp í rúmunu með ostasnakki í naflanum. Ég er ekki klessa. Ég var líka að spyrja reiður Bítóki, þú heldur að sé betra að kúra með Steinda því hann fytur klassa. Mér er mjög heitt aðeinsvari. Það er eins og að liggja upp í orð. Það er ekki að hjálpa mér svitan sko. En ég var að grínast með það. Já, auðvitað, hvað meinar? Mér er ekki alltaf heitt, ég er ekki að kapna úr hita. Ég er heitur bara, ég er heitfengur. Og það er ekki hægt að tala við þetta er svo með þú veist, hvað er að gera þetta? Ég er að segja þú situr þetta að segja að ég er heitur. Já, ég er heitfengin. Ég er mjög heitfengin. Ég er ekki að segja að ég sé að dropa með svita þegar ég er að kappa úr hita sjálfur. Ég er bara svona ég held að það sé gott að það sko ég nenni ekki að tala. Nei, hvað? Nei, ég er ekki að segja neitt. Ég sagði á þann að ég var að grínast. Það er ekki svitalegt það er. Ég hef aldrei fundið vonda líkt að Steindi. Ég sverða þér, við hlustendur. Og líka það, ég myndi segja það. Nú er ég öllu grínsleiftu. Ég er mjög góður í að gilla bak. Já. Það er góður pluss fyrir kúr. En okkur ert þú reyður yfir kúrinu? Erst þú svona góður kúrinu? Nei, ég bara segja málega ég nota fingurgóð. Ef þú sko að leggjast, eins og ég legg á bakinu og þú blöðvöldis, ef við segjum að það er bara að kúra með mér, þú myndir leggja bara hausinn eða bara kinnina á brjóskassan á mér og kúra, leggja basically bara nota brjóskassan sem kotta. Þó að hann getur verið mjög harður þegar ég spennan og þetta er bara vöðvi þá er hann mjög þægilegur í slökun. Þú myndir svona basically að liggja á mér. Þetta segir að kassiðin sé bara svona eitthvað tempurdína. Að liggja, basically, að liggja á brjóstunum Það var ekki þægilega að liggja í klessu bara eins og að liggja hún á grunapúða. Heldur það sé ekki þægilega heldur hún að liggja hún á einhverjum slökum vöðva. Þetta er ekki ketti. Þú átt ekki breyki í þetta. Þetta var ekki nokkuð gott spjall. Ég Steindi, þú mátt ekki vera reiður. Nei, ég er ekkert reiður. Ég er bara að segja það hlýtur að vera bara ágætt. Ég er bara að segja, út af því máli þess að gera kúra og bumbur á Steinda, brjóstur á Steinda og sekkur ofan í. Nei, hvað? Egill, heldur að ég segi eitthvað fucking fimmleika grifja. Þú sekkur ekki onni mig ef þú leggst á mig. Þú veist, ég er 82 kíló. Ég er með smá jólalíkt á mér ennþá. Hvað er að gera þetta? Heldur þú, ertu að segja mig það að þú haldir bara að ég sé bara eitthvað svo dúnsæng? Nei, þetta er ekki gott líka að liggja í dúnsæng nú. Nei, þú sekkur það sem þú sekkur lóð mikið. Allt og mjúkur kotti er ekki þægilegt. Þú sekkur ekki neitt þegar þú leggst á mig, ekki neitt. Hann er ekkert allt og mjúkur, ítt á hann. Kotti við mig, þetta er bara vennilegt Þetta er mikið að brjóstfitu, sko. Já, það er bara mjög fínt fyrir kúr. Það er ekki þægilegt að liggja þar. Já, ég er ekki alveg, því miður, ég er ekki alveg. Við erum að hætta að tala um þetta. Við erum með beinni útsendingu, það fólk er búið að skipta stöðunum. Ég ætla að klára hérna, það var allir gengið í gegnum einhvað sem breyti þeim svo að þau verði aldrei þau sömu aftur og þau voru áður en það gerðist. Já. Fattiði? Já, algjörlega. Getur þú tengt? Já, ég get tengt. Eftir að ég eignaðist barn. Já, það er góður punktur. Ég verð aldrei aftur
sami maður í rauninni. Vistu hvert er að fara? Já. Ég breytist ekki mikið, en þarf að breyta miklu og verði ekki sami maður. Þetta breytist þig líka. Já, þetta breytist þig, algjörlega. Þú ert komin bara, þú veist, með þessa ábyrgð. Og blöð, eitthvað sem þú... Ég er náttúrulega ekki barn. Þannig að, já, auðvitað, hellingur í mínu lífi, bara, þú veist, skilnaði foreldra minna og fyrir maður hætti með fyrirrandi og... Já, margt sem breyti bara. Já, maður er ekki svo saman áttur. Eitt lóru við að opna okkur, hvað ætlar þú að segja? Hvað breytti þér? Eitthvað svona, eitthvað atriði Eitthvað eitt atriði sem hefur breytt lífiðinu for life. Nú verður ekki svo sami eftir. Já, þú ert nú með nokkur, sko. Já, það er svona eitt sem stendur upp úr, við ekki hana. Hvað er það? Þegar ég rangaði mér upp á svið og Selfossi og glemd að gela mig. Það er... Hvað er þetta eitthvað rugglaður? Ég mun ekki... Æ, það er ekki talandi við þig. Ég held þú að fara að segja allt annað dæmi, sko. Já, þú glemdi gelunni inn á Selfossi. Ég nenni svo ekki. Maður opna sig hérna með skilnaða foreldra sinna. Fyrir með auðlýsingar, svo er Jón Jónsson. Þú veit, ertu vitlaus maður. Nú hafa 2 nýjar bragðtegundir bæst við í Blink-flóruna. Þú fær Blink, nýtt og ferskt bragð í næstu verslun. Mikið úrval af nýlegum bílaleigubílum komnir í sölu. Bílahöllin Bílsöða 5, sími 567 49 49. Opið allan sólarhringinn í Skeifunni, Garðabæ, Eiðistorgi og Spönginni. Hagkaup. Dælulykill Atlantsolíu er lykillinn að lægra verði. Atlantsolía. Þarft að hressa þig við? Prófaðu Pick Me Up, Joe and the Juice, Kringlunni, Smáralind og World Class lögum. Ég elska að dansa. Mitt engamál. Keiluhöllin Egilshöll færir þér FM 95 blöð og frítt far í bæinn. FM 957. Elsku vinir, þeir eru að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957. Það er Fytu Klessan og Fimmleikagreifast að tala. Á móti mér Sildur Rauður Blöndal og við hliðina með Sildur Egill, Geilis Einarsson. Ekki vera að bendla mér í þetta. Þetta var Egill, sko. Þetta er bara ljótt af ykkur. Já, nei, þetta var bara ljótt af Agli. Ég var ekki samanlega þessu. Ég myndi frekka kúra á þér. Já, takk fyrir það. Það var bara eitthvað pirraður. Þetta getur verið tilraun. Prófa kúra á brjóstöðunum mér og prófa kúra á brjóstöðunum. Já, ég skal alveg tekka að við tekja fyrir. En það styttist í Jón Jónsson og óþægilega símtalið þar sem að, já, hann var að þýrbast í kærustu sinni. Já, það var svona eitt óþægilegast að það hafi verið mörg óþægilega núna. Það var sko, til dæmis þegar MC Gauti hringdi í mömmu sína. Já, þegar ég var úti, ég heyrði það þegar ég var úti, það var stórkostlegt. Það var alveg rosalegt og þegar Bent hringir í mömmu sína og það eru margir búin að koma, Salka kom og slóði gegn þetta og Jón kom og þetta er ekkert síðan. Það sem er líka skemmtilegt að þið fáið hérna að heyra í Jóni Jónsinni eins og hef aldrei heyrt Jón Máður, hann að tala við kærustunum sinni í nokkra mínútur og það var eitthvað fallegt við þetta. Hafi ekki líka bara landsmenn séð Jón bara brosandi með gítarinn og allt svona. Hann fyrir að grenja í símtalinu hann fyrir að gráta og hún pikkar það ekkert upp, þannig að við ræðum þetta betur á nettir. Sjá kannski raunverulega Jón Jónsson á eftir, ekki með einhverja grímu. Heyra hann meira, sjá hann ekki. Við erum í útvarpi. En Egill, það er komið að spurningakeppninni. Spurningakeppni og við byrjum hefðbundið, þú ítir á play. Já, ég skal gefa 5 sekundur að þið. Það er búin að kötta þetta helviti mikið niður. 5 sekundur. I'm gonna ask you a question and I'm gonna need an answer. Það kom að spurningakeppni Gilsarans í FM 95 blöð. Það er búin að kötta þetta helviti mikið niður. Já, það er bara þannig. Það er kjaftaður. Hvað ertu með handa okkur í dag, sagður áttur? King of the Bad Employee. Þið hefur unnið mörgu vinnum. Blöð, þú varst á vörð. Steindi, þú er minna á mörgum. Ég er samt ekkert verið í það mörgum. Ég byrja náttúrulega sko 20 í 70 mínútum. Já, ég er með úlingavinna, bakari, Íslandsflug, vörst. Jó, ég er með nokkrar. Ég er með alveg slatta sko. Ég er nefnilega einn af þeim sem svona. Svo var ég að selja líka. Ég fór ekki í úlingavinna í 9. og 10. bekk. Ég vildi frekka vinna. Varstu aldrei í úlingavinni? Ég fór í 8. bekk og ég reyndar unni sem flokkstjóri í bæjarvinni. En Já, ég líka reyndar. En ég var kerrustrákur lengi í Hagkaup í Smáralind og ég verið að gera mjög margt. Þetta er fullkomint. Og máli er mjög einfalt, þetta eru 12 spurningar, þið þekki þetta. Ég hlakka til að heyra hver er svona verri starfskaptur. Ég er hræddur við þetta, ég verð að viðurkenna. Ég er búin að vera vel starfskaptur. Spurning nummer 1, hefur alltaf mætt á réttum tíma í vinnuna? Nei, langt í frá mér þegar ég var að vinna yfir vörð. Það er eiginlega ótrúlegt hvað ég hékk þar. Já, ég mæti aldrei á réttum tíma neitt. Það er punktur þar. Hefur reynt að segja fyndin brandara við yfirmann til að reyna að koma þér í mjúkin hjá honum? Já.
Og það missetnaðist stórkostlega líka hjá Vurt. Það voru nýkom með þýskan yfirmann. Ég fór ekkert í Hitlerinn, sko, en ég tók brandar sem að flög alveg yfir. Ég tók bara svona venjulega brandar. Ég var að vinna á færibandi að setja svona kjúkling í bakka og svo senda hann áfram og þá var hann plastaður. Annars þar og það var enginn að tala saman og allir með headphone og ég ákvað að setja bara eitt stóran svona heilan kjúkling á færibandi og ekki bakka og bara svona gæi var að taka mútið bakka og taka bakka og svona þækja hann bara upp kjúkling mjög góð fín og það var bara færibandi stoppað og hann skvílaði mig og það var svona mjög skrítin stemning ekki vinsælt Nei, bara skrýð, mátti ekki flippa neitt sko. Ég líka veisla Það er 2-2 Hefur þú stólist til að leggja þig á vinnutíma? Já, ég hef gert það Þeir eru báðar að pakka Hvar var það, auðvitað, ég var jólastarfsmaður á póstinum og ég fór og lagði mig bara Ég gerði nánast ekki neitt, ég fór og lagði mig nánast alla dag Já, það er sama hér, ég fekk vinnu hjá Íslandsflugi Mamma mín var með svo sterk sambönd þar og systir mín Þau þurfti ekkert að vera með mér í vinnu Ég var aðstofamaður flugvirkja og ég get valla að rista brauð Og það var aldrei verið að biðja mín aðstofan Ég fór reglulega inn á klósett, tók fullt af svona handörkum Bjóti kotta og lagði mig fram að lunch Nei, mér leið illa á þessum tíma Þetta hefði bara verið Þú kotta á því og þurfti ekki að saðarinn bara upptikið með það Já, og svo var það vestur að koma ykkur að bankaði sko. Það var ég sofandi þar inni sko. Já, hvað valdur þú klósettin? Þetta er svo Hvað átti ég að fara svo? Nei, ég meina, þú hefði bara Ég þarf ekki að læsta mig sko. Farið til bíl eða eitthvað? Nei, það er ómikið og ég með afsökunni að það bara verið að taka tvist En það haldi þá ekki allir að hafa verið bara skítandi í allan daginn Nei, það var ljótt að segja það var öllum bara drullu sama hvað ég var að gera En hvað svafst þú, Steindi? Ég fóð bara ón í svona stóra ón í svona umslagar eitthvað svona dung, svona eins og fiskiker með fullt af umslugum og var svona faldi með þar Það var svona eins og ég væri að flokka og gera eitthvað Hefur þú hringt inn veikan þó sem nákvæmlega ekkert að þér? Já, ég gert það Helvítið að maður kom ítla út úr þessu Já, því líka starfskraftum En þá líka, sko, ég var með sem er drikk fyrir hérna í Vurt Tók ég alltaf 2 daga því mér fannst það svona líklegra Sko, málið það, þegar maður hringir sinn veikan þá, þú veist, og maður svona eitthvað svona feik einhvern hóstil maður er svona, tekur öll triksin og svona svo bara, já, ok, maður heyrir svona menn er ekkert ánægð með það, þú veist Þá sagði maður, ég skal reyna að koma En svo fer maður upp í aftur og ert vaknaður Já, fær bömmur Þú varst bara svo þreyttur fyrst Svo ertu vaknaður og ert bara, ok, hvað er ég núna að gera og ert maður geðið ykkur bömmur og mátti eiginlega ekki fara út Svo kannski viltu fara Mátti ekki fyrir bíó? Nei, mátti ekki fara neitt kvöldi þá getur einhver séð þig Þetta er rosalega mikið vesen Ég tengi rosalega vel og ég gerði þetta oft þegar ég kom með bömmunum í rúmið var vaknaður, þá ringi ég bara ég reyna að harkita mér ég kem Já, þetta er bara, það er 4, þetta er mjög spennandi Hefur verið nærbuxnarlaus í vinnunni? Já, en hvað hefur það með það að vera slæmist aðskraftur? Þetta er nærbuxnarlaus í vinnunni? Já, bara Ertu að tala um bara Það er bara gallabuxum Já, bara kommando? Já, ég var alltaf kommando Já, ég man eftir því, ég gleymi því aldrei þegar við gistum saman félagirnir og hótelið Næsta Það er rosalega skrítið að vera aldrei í nærbuxum en Það er punktur að báða þar Já, það er punktur að báða, ég veikur tíman Hefur þú drukkið áfengi í vinnunni? Já, bara þá voru aðri líka, sko Það er eitt með mig, ég mætti ekki fullur í vinnu Þú ert bara í vinnunni, skilur þú, út að drekka, út á launum Já. Það er ekki vinnu hittingur Nei, en var ég var ekki einn bara á dælunni, sko Maður var ekki að setja Kosken korfa bara onni kók eða eitthvað, onni Pepsi Þið hafið drukkið báðir í vinnunni En þá voru hinni líka að drekka, sko Já, þá voru allir, þetta er kannski svona 2-3 bjórar í hádeginu á föstudegi Já, 6 Hefur þú hætt samdægus í nýju vinnuninni sem þú varst að byrja í? Já Nei, það fyrir þetta ekki Ég gert það Veitu hvað? Það var þessi vinna sem ég var að tala um aðan með kjúklingin sko Já, hættur bara strax þetta grínu? Ég mætti 7 Byrjaði með grín á degi 1? Já, ég byrjaði með smá fyrir á degi 1 Ég ætlaði bara svona aðeins að brjóta ísinni og nýmættur Síðan í hádeginu var ég skvílar alltaf Ég sagði bara, ég held ég fóngir ekkert þetta eins Og hættur þið sama dag? Já, ég hætti sama dag Steindi tekur fram með nöfna, ég hef aldrei hætt saman dag Það var í móum í Mosberg Tvílíkur quitter Eitt lélugur brandari Já, algjörlega Hefur þið farið í þveng í vinnuna? Hæ? Hvað er þetta alltaf með þig og ekkert þveng? Nei Í einhverju flippi hafið farið í þveng og skellt ykkur síðan í vinnuna Nei, maður er ekki gert það Farið í gestring í vinnuna? Nei, þú bara venga ástæði til þess Alltaf var hann að lauma eina Þegar við sögðum eitthvað við að við báðum farið í gestring í einhverju flippi Þú heldur alltaf að við séum alltaf í gestring Nei, okkur er þetta alltaf að tróða þessari spurningu innleika Ég bara næði ekki
Hún á enga veginn heima í þessu. Nei, næsta. Spurning 9, hefur þið farið í þveng? Það þú... Næstu, ekki gerandi gæðis að pyrra á þessu. Name of the game hjá hann. Ég verð að fá svar. Já, við höfum báðið farið í þveng og við höfum búin að segja í 4 spurningakefnum. Þetta er bara ákveðin skellur að vera að rifja þetta upp inn í beinni bara föstudag eftir föstudag. Það er málega, út af ég er með koncept, út af því málega er að það er kannski einhver hlusta núna sem misti að 7 spurningakefnum sem er ekki hugmynd að þið tveir hafa farið í þveng. Hvað tengist þið því hvort við höfum farið í þveng hvort við séum góði starfskraftar hjá vinnum okkar eða ekki? Og hvað er að því að fyrir þveng? Ég myndi ekki dæma neitt sem að vera þveng. Nei. Kannski er eitthvað út núna á rauðljósi miklu betinni. Hörru, ég vissi ekki að þeir eru að fara í þveng. Það vita allir því þú spyrði það svo hverjum einasta föstudag. Þú myndi beygja þig núna niður og ég myndi sjá G-strengin fara upp úr buxunum hér og jafnvel eitt trampstamp fyrir ofan. Ég myndi ekki dæma þig. Það kemur ekki eins og óvart reyndar. En ég myndi ekki dæma þig. Spurning 10, þetta er mjög spennandi. Það er 8-7 fyrir Stóni. Hefur þið setið ekstra lengi á salerninu þegar þú ætti að hæja þér bara til að drepa tíman? Já, ég var sofandi þar. Ég veit, en ég tala um að skýta. Já, pottið. Já, sko ég á það til að gera það alltaf þegar ég fyrir á klostið. Eða svona... Hvað meinar þau? Bara, þú nennur ekki fram? Vesen á pullu og... Nei, maður bara fer í síman og maður fer að útrétta og senda kannski eitt mail. Bara að útrétta? Svo stendur maður upp þegar maður komið nálægt og í aðra, sko. Ekki senda mér þegar þú ert í þessu. Næsta. Ég er bara hreinskilinn. Það eru 2 spurningur eftir. Hefur þú hrist þig á vinnutíma? Hvað er þetta? Hvað er þetta að segja? Síðasta spurning. Þegar þú varst að læsa þenn á baði að heilu dagana, þú hýttur á hendi með pappir undir hraunna að þú þarft 1 punkt að jafna. Nei, ég vil ekkert vinna þessa keppni. Nei, þú verður á hreinskilni, þú hefur einhvern tímann svona... Hefur þú? Ég hef ekki gert það. Steindi, þetta er sko... Ekki ljúga hlustendum. Þetta er triangle of trust. Já, ég hef ekki gert það. Við erum bara 3 hérna. Já, ég hef ekki gert það. Ég er að segja það. Í baðkarinu með umstöðunum? Það var bara það var 20-30 manns bara í kringum. Þú varst að leggja það fyrir fram 20-30 manns í vinnun? Já, ég faldi mig, en ég sko, ég er ekki eitthvað fruitcake, sko, ég er ekki skrítinn. Auðvitað var inn á baði einn, bara læstur inni allan daginn, ég get lofað því að hlustendum að... Já, sko, ég lá þar einn, sofandi hálf þunglindur, ég lá ekki eittar af grettu, sko. Nei. Það var samt úlingur og hormónir alveg í botni. Já, það eru síðasta spurning. Hún hefur laumast inn, Greta. Hefur þið farið niður á yfirmannin til að fá launahökun? Hvaða bull er þetta? Það er komið að loka minn, nei, bara aldrei. Þetta er einhver ógeðslega spurning sem ég heilt hérna. En þegar þú er á hreinskilin? Já, með hvað? Með síðustu spurningum. Já, allir feskir. Hjá okkur og sæktu á Bíldsöða 12 Phoenix veitingahús sem er 5677 888. Ghosts are real. I've seen them all my life. Crimson Peak. A house as old as this one becomes in time a living thing. Nýjasta meistaraverk Guillermo del Toro. Magnaður spennutrillir sem fær hárin til að rísa. Crimson Peak. Sýnd í Laugarásbíói, Sambíónum Egilshöll og Sambíónum Akureyri. What do you want? This is your home now. American Bar. Happy hour frá 16 til 19 alla daga. American Bar, Austurstræti, nýji staðurinn þinn. Witches live among us in secret. Samfum Kynir, Vin Diesel, Ólafur Darri, Elijah Wood, Michael Caine í stórmyndinni The Last Witch Hunter, komin í Sambíónum. Mikið úrval af frábærum salétum og hjá okkur farið ferskleika í hverjum bita. Fresco, Suðurlandsbraut 4. Við erum með reykofn á staðnum, reykt rif og grísanhakkar. Já, þetta reykir sig ekki sjálft. Roadhouse, láttu það eftir þér. Tax-free af öllum vörum í öllum verslunum. Rúmfattalærin aðeins ódýrari. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. Það er rétt fyrir að hlusta hér á FM 95 Blö og það er Keiluhöllin sem að býður ykkur upp á FM 95 Blö. Að gera skella sér í Keilu um helgina og svo er frítt fari í bæinn. Svo er líka Manchester United, Manchester City þar á einu flottasta sportbar landsins í Keiluhöllin. Ég held þessi með 50 HT sjónvarp, þannig að gera að kíkja á leikinn þar. En þeir eru að hlusta hér á FM 95 Blö og við erum komin með góðan gest í stúdíóið. Það er vinur þáttarins Jón Jónsson, oftast kallaður John Johnson, verður velkominn.
John! Sælir. Sælir, hvernig hefur það? Jú, ég er góður. Næ, ekki? Ég var svona meða við. Meða við, já, símtalið í dag. Já, við spilum það hér eftir smástund. Það er ekki símtalið, ertu út ekki nóg hrifin að þessu? Jú, þetta er skemmtilegt, sko, en bara mann líður svolítið kjánalega og það er svona einhvern veginn fokka mann aðeins upp í smástund. Þetta er svolítið öðruvísi að heyra þessar hlið á þér og að heyra þér tala við konuna þína, sko. Ég held að hlustendur eftir að hafa mjög gaman að þessu. Heldur að enginn haldi tali bara við konuna mína? Nei, þú ert alltaf svo hyperhress alls þar sem hún kemur og þarna ertu svona til venjulegur. Já. Þegar þú segir ég sé ekki venjulegur þegar ég svona Jó, þú ert alveg Nei, þetta er bara gríma. En svo núna erum við með í viðtali The Celebrity, John Johnson. En þegar þú fyrir heim þá ertu bara The Family Man, Jón Jónsson. Og það er í símtálinu sem við vorum að spila, það er The Family Man, John Johnson. Það er í raun og veru ég, já. En sko, við meðum samt ekki, sko, það er ekki svo Jón fari út á mótan og setja á sig einhverja grímu. Nei, hann er eðlilegur í símanum. Þannig erum við bara að heyra, kærustu bara tala saman eins og önnu pör gera og svona og það er bara, þetta, sko, málið er það við þurfum að segja hlustundum aðeins smá svona Já, ok, við erum að tala svo mikið um þetta ég held að við ættum bara að byrja á því að fara í óþægilega símtali áður en meira við ég held að líka Sko, við fengum Jón Jónsson til þess að koma hérna í dag og við ætlum að taka upp óþægilega símtali sem við gerðum þú áttir að hringja í mömmu þína við ætlum að láta þér hræri í henni Við vorum búin að tengja upp síman Ötti var að fara að biðja þeim að slá inn númeri hjá henni þá hringir konaðinn allt klárt og við erum komin með nýja tækni þannig að við getum notað gemsa viðkomandi við vorum bara að tengja síman hans þannig að við sjálfsögðu sögðu þeir að svara og tókum allt upp og þetta voru nú nokkuð símtöl fóru fram og tilbaka þetta voru 3 símtöl allt í allt það er líka mjög þægilegt þegar þú ert að gera símat að viðmælandinn hringir í þig eins og gerist það ok, ef ég myndi til dæmis hringi þig það er ekki sens að mér myndi nokkuð tíma gruna að ég væri að þú væri eitthvað að trolla mig aldrei En hún reyndi að spyrja nokkur sinni í símtalinu ertu ekki að djóka, við skulum bara heyra þetta svo ræðum við þetta betur, hér kemur óþægilega símtalið og eins og Steindi sagði að þá gerist þetta því að hún hringir í Jón tjekkum á þessu Hringir Hafdís Takk upp, prófa að steikja henni Já, svara Hæ Hæ, hvað segir þau? Allt bara geggjað en þú Allt bara mjög fínt Hvað er það að gera? Ég er á Heilsárshóteli Heilsárshóteli? Ég er að steiki, ég er með strákunum að því Vestlóa að því við ætliðum að fara vorum að skoða Þetta er mamma þess að vera færi klukkan 2 Hæ? Mamma þess að vera færi klukkan 2 Já, hún þarf að vera færi 2 ekki Hún var að segja það við mig, hún sagði ég sagði, lést ekki Jón meita, hún sagði jú Ok Herðu, ég er að bruna heim Nei, ég hringdi snöggast í hana Ég náði ekki í hana, ég var nefnilega að hringi í hana fyrir sko 10 mínútum og sendi henni SMS líka Hringdi heima síma bara Ok, ég ger það Bye Takk, bye Ok, herru, nú var konan henni að hringja og hérna, tengdamamma var ekki allir lægið Já, hringdur núna í kærastina hennar, hafði sig Já, og segðu við hann ég talaði með mig og þá var bara, hún var með eitthvað þvílík gleðandi hún eitthvað pyrru út í mig og það er ekki eitthvað stælar og þú sett bara lítla pyrraðar á henni prófa það, segðu bara ég heyrði með mig og þetta var ógslag grilla og hún var eitthvað reit í mig hvort okkur ég var ekki komin Halló Hæ Tekur þú þessi mig? Nei, varst að senda mig núna? Já, ég var að segja ég get farið heim ef þú ert upptökin þá get ég alveg farið úr tíma sko og komið aftur Nei, það þarf ekkert sko Mér heyrist hún kannski ekki endilega verið eitthvað þurfa að drífa sig eitthvað en hún var samt ógeðslega leiðindi eitthvað nefn fannst mér Hún þurfti að drífa sig sko Þetta var bara svo ólíkt henni að því að þú veist hún vanlega ekkert mál eitthvað nefn fyrir hana Já, en það er út af því að hún þarf að vera mætt að sækja útlendingana klukkan 2 Já, nei, hún sagði ekki sko hún sagði þeir væri bara að lenda klukkan 2 eða eitthvað svoleiðis En hún þarf að ná því að ekkert vera eftir, ég veit það alveg En hún sagði að þetta var bara svo skrítið og ólíkt henni að því að hún Þú veist, hún sagðist alveg geta verið áfram En hún var bara að hreyta einhverju í mig, skilur Hvað er þið sett um niður? Bara eitthvað að þú tekur mér sem svo gefnum eitthvað hluti eitthvað svona Og ég veit ekki Mér heyrist hún, þegar hún var að skella á mig þá bara Mér heyrist hún kallaði mig fávita eða eitthvað svoleiðis Sem er náttúrulega fáránlega ólíkt henni, sko Mamma? Já Ég er á leiðinni heim, skilur og
og ég vildi bara vita að það væri eitthvað svona, veist, að því ég náttúrulega bara, en, veist, ég ætla ekki að taka svo eitthvað persónlega, ég skildi alveg, því ég sagðist alltaf að koma heim 2 og allt það, skilur þú? Já, og þú hefur bara beðan afsökunar. Það líka ekki í lagi, en það verður náttúrulega standart tímasetningarna, sko. Já, ég veit. Þó hún sé að passa fyrir þig, hún er samt, sko... Maður er náttúrulega bara að plugga tónleikunum og eitthvað svona út allt, skilur þetta, er alveg þvílíkt. Já, en þá bara talar við mig og þá redda ég því, þá fer ég frekar úr skólanum, hitt verður að standa. Já. Og hún er alltaf að passa fyrir okkur, sko. Maður getur ekki bara mjólkað það eins og maður getur, sko. Nei, ég veit að hún er ekki eins og hún sé eitthvað kú eða eitthvað. Nei, en hún er samt alltaf tilbúin að hlaupa undir bakka. Ég veit það. En það kannski þarf að standa, hún þarf að gera ýmislegt annað heldur en að... Já, ég veit það. En af því ég var alveg genuinely sorry, mér svo skrítið að hún væri svona bara hrauna yfir mig, sko. En ég er líka að fara heim, en ég bara meik ekki hitt hann, sko. Herri, ég skal bara fara heim. Nei, far þú í tíma, ég er rétt að koma inn, sko, ég bara... Er hún ekki búin að vera frá því klukkan 10 eða? Hæ? Frá því 10 morgun, ég held bara... Já, talaðu ekki bara við hann í rólegheitunum og lætu mig vita. Jú, ég fyrir bara inn að tala við hann. Ég held að Ok, láttu mig svo vita. Já. Bye. Okay, love you. Já, sömulegis. Bye. Bye. Nú er þetta að hringja hana og segja bara, ég kom henni heim, heyrði mömmu henni, hún hagaði sig þess að ég veit ekki hvað þegar ég kom heim og ég var genuine sorry, en ég er ekki sorry lengur, það er bara, heyrði mömmu henni, hver fjandarnu gengur að henni. Oh my god. Ringdu beint í hana og segja bara, ég var að tala um mömmu henni. Ég var inni í 30 sekundur, ég fór út, hún öskraði á mig. Já, og segja bara, heyrðu í henni, það er eitthvað aðeins núna. Hæ. Hæ, veistu það, ég held að þú verður bara að ringja eitthvað, ég fór innan á, ég fór út strax, skilu, ég var bara inni í 30 sekundur eða eitthvað, sko. Af hverju? Ég ætlaði bara ekki að segja sorry og bara, þú veist, hún bara auðsandi yfir mig, sko, mjöll vaknaði allt, þetta, ég veit ekki, það lítur að liggja eitthvað annað baki, ég er kannski út af þessum dönum sem hún er að fara að ná í eitthvað, sé stressað eitthvað fyrir helgina eitthvað, ég veit ekki, það var allavega bara, ert þú komin í skóla? Getur ekki það? Já, smálið er bara að deilda fórsetin yfir meistaranáminni en meðan tíma, þetta er einu tími til ég verð að vera í, sko. Já, farð þú bara í hennar tíma, en þú veist, þetta er bara, ég veit ekki, ég veit ekki hvort sé gott fyrir hann að vera með þessa dani eða eitthvað um helgina, sko, af því að þetta var fáránlegt, sko, ég bara titra allur, sko, ég meina, ég fór bara að grenja hann inni, sko, þú veist, að þetta var svo óld henni. Já. Hún er stundu svona. Þetta er náttúrulega líka þannig að þetta er ófællandi. Hjá mér? Já. Já, ég veit það. Þú veist, þetta er náttúrulega ábyggilega bara kollin sem fyllir mælinn smá. Þannig ég ætla að hefða alltaf alla tímasetninga verða að standast, sérstaklega það búið að passa svo mikið fyrir hún. Já, ég veit það. Hún er náttúrulega alltaf að passa. Það er bara eins og... Ég veit það. Ég veit ekki, ég þarf bara að fara að passa mig. Þannig að segðu bara já og takk og eitthvað, þú veist. Já. Og hún segðu bara já ef hún eins yfir þig, ekki vera, sko, þegar hún er svona rosalega reið. Hvað? Þetta er bara, það var allt svo surrealist maður. En þegar hún er svona reið, þú verður bara að segja já og þetta sé bara já og ekkert mál og já og bara þú hefði rétt fyrir þér og fyrirgeðu og hún heldur sko báttið áfram að eins yfir þig og þá bara fer hún. Og svo verður þau bara seinna að reyna að koma vitinu fyrir hana, skilur. Já, en þú veist, segja, þú nærið ekkert að koma þínu af, segðu bara sett miðin og þú veist, ef það er eitthvað sem þú getur gert fyrir hana og eitthvað. Og þú ætlaði hann að lána bílinn. Ég veit að ég ætlaði að lána bílinn. En Hafdís, hann er hættu við að lána bílinn. Það er aðeins. Oh my god, við leysum illa hérna. Ok, ég sko að því fann að grenja og því að þú fórst að grenja og hér sé að þú verður með heilagstöð. Er það alltaf grenjandi? Hvað er aðeins? Hafdís. Ég vissi ekki. Þetta er sko að við varum að fara... Þú verður með heilagstöð en svo vissi ég að þú verður með heilagstöð. Heilagstöð, af hverju? Að þú verður svona grenjandi.
Tóti. Herri, ég Hvað að ykkur? Þetta samt þér að kenna, Hafdís. Sko, við vorum að fara að hringja í mömmu og þá hringdi þú. Jón þetta hjá okkur í óþægilega símtalinu. Við vorum að fara að hringja í mömmu hans og svo hringi þú þegar við vorum búin að tengja síman, þannig að við urðum að svara bara og halda áfram. Er þetta ekki Öddi eða? Þetta Öddi og Steindi hérna með mér. Hvað er að ykkur? Herru, farið í tíma, það allt í góðu, þá búið að græða pössun. Sorry, jokes, innilega. Sjáum, bye. Þetta var óþægilega símdali hér í FM 95 Blö og fyrsta sem við þurfum að spyrja þig, Jón, hún kippti sig ekkert upp eða þurfum að spyrja þér að gráta þarna? Nei, er það svona basic dæmi? Ertu mikið að gráta? Já, ég náttúrulega rosalega mjúku gæi, sko. Allir gráta reyndar? Nei, en samt, hlusta á það, ég er ekki að byrja að grenja, hún er bara að hlusta og hún er bara, hvað er búin að gera? Hún ákveður greinlega bara ekkert að kommenta það, heldur meira svona að vera svona... Mér var svo skrýta að þú er ekki fengið hvert að grenja. Nei. Hvað að grenja? Þannig að heyrðu samt hvað Hafdís er yndisleg. Hún er bæði sko að vera góð við mig, en líka þú veist, hún er svona, þú ert samt, þú veist, þú bara hægt að tíma, skilja. Já, það er svona algjörlega. Þetta var óþægilegt. Þetta var virkilega óþægilegt, sko, ég bara, þú veist, líka bara, þetta er bara svo geggja situation ef að þingdama mín hefur verið bara urða yfir mig að bara eitthvað, þú veist, það er bara, þetta var eitthvað svo spontant, sko, það hefði líka stundum, eitthvað, þú veist, hvað er það að gera? Ég sagði, hvað sagði ég að vera heilsárshóteli, eitthvað. Já, þetta var alltaf að gerast þarna bara. Já, ég meina það, þið voru að láta mig segja eitthvað sítt og eitthvað, þetta er bara. Og hún spurði reynda líka, sem að Rikki G. var búin að klippa út, hún spurði bara eftir ekki að grínast. Já, hún byrjaði alltaf því þegar ég var að tala um mömmunar að, þú veist hvað, djók er í gangi hérna, þú veist, og heyrði það líka mamma! Hvað er hún að gera? En þú ert búin að fara til Tengdó og það er allt í góðu. Já, hún var hress, tók vel á móti þér. Ég sjátt átt líka á Tengdó að því að hún er sko, ef að hún væri ekki þá væri ég bara einhvers staðar á haugunum sko. Já, hún er greinlega búin að passa nokkru sinni. Já, ég er almáttuður sko. Og alla tímasetningar þurfa að standa. Já. Ég ætla nú líka alveg að viðurkenna það að Tengdó er búin að passa helvít oft í okkur. Ekki? Og það kemur þetta ekkert óvart ef að tengdamamma þín er actually búin að láta heyra þú. Alltaf seint. Nei, alls ekki. Kemur réttin tíma til hennar? Nei, til hennar. Það sækja Ronju og svona? Já, sko, jú, svona, ég reyni það. Ég er búin að þekkja held í núna í 6 ár, þú er aldrei mætt á réttin tíma, ég neitt sem ekki. Ég veit ekki það, ég hef oft þurft að hringa í bílnum og segja að ég verði rétt rúmlega. Já, ég veit. Það er bara svona þess. Eftir að keyra hjá mjóttinni en segist vera einhver staðar. Ég er komin miklu nær, sko. Ég er rétt rúmlega og svo er ég einhver staðar á 130 að bruna. En við fengum það ekki bara til að taka óþægilega síndalegin. Takk fyrir að taka það. Ég veit þetta er ógeðslega erfitt og óþægilegt. En þú ert að fara að halda tónleika, Jón. Já, ert að fara úr óþægilega yfir í plögg. Núna ert þú búin að standa við þitt gegn okkur. Hvað var þetta langt samt? Það var óþægilegt allan tíman að hlusta á 8 mínútur. 8 mínútur bara óþægilegt. Mér finnst æðislegt að hlusta á allan tíman. Fyrir þér fannst þetta, þú veist, fyrir þér var þetta örugglega hálftími. Fyrir hlustendum var þetta 3 mínútur. Vá, það var svakalegt. Já, en hvað tónleikar? Já, hvað vil ég segja? Erum alveg búin að taka það á sambandi? Hvar eru tónleikar? Ég er náttúrulega að hitta Tengdó. Ég er með störðlega staðarind. Er það rétt, Jón? Já, það nei. Eru tónleikarnir í Austurbæ sem er á sama stað og þú hélt hérna fyrstu tónleikar á 2011? Já, það nei. Það er rétt. Það er rétt störðlega staðarind. Það var útgáðu tónleikarnir, skilur við. Það var bara að halda eitthvað sem var kannski ekki official, skilur við. Þið þykir vænt um Austurbæ? Rosalega. Velkomin í Austurbæ. Megum við mæta félagarnir, má vera, megum menn hella vel í sig þarna og vera með dólkslæti og hvernig það? Það er frábært, við skulum nefna þetta, af því í gær þá, og bara þakklæti til allra sem keypti með það, þá seldist upp í gær. Fossala byrjaði í gær, þá seldist upp á klukkan 8. Á hvernig að plugga þá? Af því að klukkan, við bættum aukatónleikum klukkan 11. Sem að er fyrir, þú veist, mann þessu stík sem finnst gott kannski að mýkja sér þessu upp kannski. Ok, ferða eitthvað svona út að borða, mætir á tónleika. Mætir tónleika, þú veist klukkan 11, búinir segjum 1 eða eitthvað, þá ferðu bara downtown. Hvernig eru hinir sem selst upp á? Þeir eru klukkan 8. Já, þú tekur 2 í röð þarna. Jón Jónsson er... What a man! Ég myndi segja að Jón Jónsson var hot right now. Oh, he's so hot right now. He's so hot right now. Hann enda var hann Hansel. Já, vá, það var gaman. Herru, ok, það er uppseltu fyrir, það er laust á tónleika ennþá á 11 tónleikana. Hvernig er þetta? Er þetta á... Þetta er 19. desember. Er þetta 19? Þetta er laugardagur, maður, herðu, ég og Frikki D. síðan, daginn eftir, með fjölskyldutónleika klukkan 4, skilur, þannig að þeir sem að vilja taka, þú veist, börnir eða svona, þar geta þeim að þetta, þannig, þú veist, áfengi og svona, skilur, kannski ekki eitthvað stuðstíl. 19. des var strax uppselt.
Basically sko, allir búin í prófum og allir að fara að hella í sig og kíka tjans, þetta ekki flókið. Það seldist upp á No Time á fyrir tónleikana, þannig að það að gera hvar fær maður miða. Miði.is. Miði.is. Ég lofa þér, það seldist upp eftir svona 2 mínútur. Ég skal líka lofa því, Jón, ég mæti á seinni tónleikana. Vá. Þetta var ekki ráfandi inn og lætur okkur heyra. Hann mun ekki mun eftir tónleikunum, hann verður að einhver stað. Þú þekki kallinn. Hann líka mun endur på sviði og Sjáli, come on. Hvað Frikki? Við erum að syngja, Frikki. Sjáli. En farið inn á miði.is, tryggja ykkur miða á seinni tónleikana, það er ennþá miðar eftir á þá. Jón, alltaf gaman að fá þig heimsókn. Takk fyrir okkur og fyrirgefðum þetta símtal. En svona þetta, maður það bara að gefa allt sem maður á. Skelltu þér í dekkverk. Erum við opið alla daga. Já, alla daga frá 10 til 7. Líka laugardaga og sunnudaga. Kíktu á tilboðsverðin okkar á dekkverk.is. Superdry hefur opnað geggjaða búð í Smáralind. Komdu við til að skoða úrvalið og hafðu trendin á hreinum eins og David Beckham og Kylie Jenner. Superdry, Smáralind. Handskornar franskar eru stolt okkar á Roadhouse. 100% kartöflur, engin aukaefni. Roadhouse, metnaðarfull matreiðsla. Herra Hafnarfjörður, Reykjavíkurvegi. Zlatan drekkur vítamín vel. En þú? Útsala, Gorenje heimilistæki. Mikið úrval af heimilistækjum á 20-70% afslætti. ProGastro, Ögurhvarfi 2, progastro.is. Var Beyoncé að tala XO? Nýja hotla skyndibittan sem allir að tala XO, Jóðurhúsinu, Vesturbæ. Nýtt hljóðkerfi, nýjir skjávarpar. Boltabjórinn á veskisvænu verði. Enski boltinn í beinni á enska barnum við Austurvöll. Byrjaðu veturinn með fullar hendur fjár. Lottopotturinn stefnir í 21 milljón á fyrsta vetradag. Lottó, alltaf á laugardögum. 5 í fötu, það ekkert. Við erum með 6. Það Keiluhöllin Egilshöll sem færir þér FM 95 blöð. Þeir að hlusta hér á FM 95 blöð. Það eru Auðun Blöndal, Steindi Junior og Egill Einarsson með ykkur. Jón Jónsson og horfinn á braut. Þökkum honum kella fyrir komuna þessum snilling. Já, þetta var verulega óþægilegt símtal. Já, hann tók óþægilegt og gott símtal fyrir okkur. Ég var að svita tvisvar á bækinn í dag. Bæði þegar við tökum þetta upp og þegar við spilum þetta. Já, þetta var samt hressandi. Já, þetta var mjög gaman. Ég elska Jam. En líka gaman að heyra svona tala við konuna sína. Já, pössun og annað. Já. En það er hins vegar komið núna dagskrárlið sem að heitir giftast, sofa hjá, drepa. Aha. Og ég stressaði fyrir hann. Já, þetta er alltaf svo óþægilegt. Þú ert alltaf með fólk sem er nálægt okkur og við könnumst við og þetta er alveg hrikalegt. Og já, það er líka þannig í dag. Þið þekkja þessa ágætlega. Ég var okkur að vera með, ég var daginn, mér fannst það svolítið skemmtilegt. Þá var ég með þema sem var, útvarpsmenn. Já. Þema hjá mér í dag er íþróttafréttamenn. Íþróttafréttamenn? Já. Ok. Þið þurfa að segja mér hjá hverjum þeim myndi sofa, hverjum þeim myndi giftast og hver fær upp í sveit. Nöfnin, Valtý Björn, Gummi Ben, Hjörvar Hafliða. Hver fer upp í sveit, hver kemur upp í rúm og hver fær hring á puttan? Ég veit að Valtarinn hefur verið áður, en hann ætti líka að vera alltaf. Valtarinn er þarna því að þetta er íþróttafréttamenn og hann er the king. Hann er líka sex machine. Bara topp maður. Það er nokkuð klárt, maður sendir ekki Valtar undir sveit. Þannig að þú ert að vera að senda Gumma Ben eða Hjörpa eða? Útilokaði Valtarinn strax þar. Ok. Ég ætla að sammála, hérna minn, ég er ekki að fara að senda Valtarinn upp í sveit. Ég hlakkaði á til að hitta hvort sem að vera Gummi eða Hjörpi og segja hann fréttinar. En hver ætlar að giftast, Egill? Hver er maður að giftast? Hver fyrir upp í sveit? Við byrjum bara því, þú voru ofta að spyrja á því. Já, ég veit það, ég tótt að útiloka eitt strax. Þú vilt væntanlega sko sofa hjá Valtarannum, eða ekki? Þú vilt ekki giftast honum, þú vilt sofa hjá honum. Við kenni það, en ég velta fyrir mig hvort það sé líka gott að eiga hann bara sem mann. Eftir nokkuð konjaksglöss. Já, líka bara, þetta er allt oft menn. Ég held að sé ágætt að vera með þeim í hjónabandi bara. Já, þetta er En þetta, stráka minni, ég þarf svör. Ég veit það, þetta er bara erfitt. Já, hver fyrir upp í sveit? Þetta er hrikalega erfitt, sko. Þetta er rosalega erfitt. Sko, það verður örugglega margir fúlir út í manna, maður sendir. Ég sendi Hjörpa út í sveit. Þú ætlar að drepa Hjörpa? Já. Wow, og hann af þessum þrem er hann besti vinuðin eða ekki? Jú. Þú þekkir hann best?
Já. Það er kannski ástæðan fyrir að vilt senda hann til sveit. Er hann skítall? Ég veit hann tekur þess ekki persónulega. Jó, hann á eftir að taka þessu persónulega. Hann skilur mig fullkomlega. Nei, ég held að hann verði ekki sáttur á það að drepa hann. Hann skilur það þú veist, það er enga líkur á að losa sig við Valtý Björn, það er bara svo, ég minna, það er svo losa sig við George Clooney. Já, en og Gummi Ben er, þú veist, ef ég send Gumma Ben út í sveit, hver að þá lýsa úrstættuleiknum í mestdeildinni, til dæmis? Hjöppi, Höddi Magg, Valtýr, Rikki G. Mjög góða punktur. En ég sendi Hjöppa út í sveit og ég er með Valtaran og ég er með Gumma Ben, Marriage eða An Hour of Love. Sko, ég er að hugsa þetta meðan ég ætla að velta þessu fyrir sér. Ég er nokkuð þegar komið með minn lista. Komdu með hann. Eiga þeir ekki equal amount of cash? Ég veit það ekki vera að spá neitt í því. Þetta á að vera sönn ást. Ekki vera að spá í. Hvað heldur að ég veit hvort að Gummi Ben eða Valtýr er meiri pening? Ég er að velja með mann til frambúðar. Já, farðu bara ekki fara eftir peningin. Ég ætla kannski að leita þetta í öryggið. Það skiptir mér miklu máli, öryggið. Þú þá bara duglegri sjálfur? Já, ég er sammála Agli. Ég ætla að senda Hjöppi upp í sveit. Þið drepi báði Hjöppa? Ég segi ekki drepa, sendum út í sveit. Því miður. Hann verður ekki sáttum með það. Nei, veistu, ég ætla að taka þetta tilbaka. Ég er búin að ákveða þetta. Ég líka, ég er búin að ákveða þetta. Hvort viltu heyra á undan? Svar bara, Steindi. Ok, ég ætla að senda Gumma Ben upp í sveit. Þú ætla að drepa Gumma Ben? Þetta er mjög erfitt. Það drepa Gumma Ben? Það verður alltaf einhver að deyja. Þvílíkur toppmaður. Það verður einhver, ég veit það, hann er þvílíkur toppmaður. Hvað er það að drepa hann þá? Ég og Hjöppi, við gætum hangið saman. Ég held að ég og Hjöppi gætum verið heima að djóka og fíblast. Ég ætla að giftast honum og ég ætla að skella mér í einn góðan trúbóðar með Valda. Ok, þú drepur Gumma Ben. Egil, hvernig er þinn lokalisti? Ég var að hugsa, getur ímyndaða lífið að vakna okkur einasta degi við hliðin á Valtý Björni og okkur einasta kvöldi sofnar með Valtý Björni hliðin þess? Ég er náttúrulega, ég er gagnkynniður. Þú finnur ekki Ég er ekkert að sækjast eftir því. Við finnum ekki alveg sömu tilfinningu þú með þetta, en jú, þetta er toppnáðingi. Þannig að ég finnst ég var svolítið bara að eyða þessu ef ég tek þetta bara í einhver klukkutíma aksjónu með Valtarunum. Ég ætla frekar að fá ævina með Valtarunum og ég tek góðan klukkara með GPN. Og drepu Hjöppa. Næstir hérna í spilum veit ég ekki. Bailando, hvað er 96 hjá okkur? Þetta hósaði fyrir þetta frábæra val á lagi. Ég ætlaði að setja Bailando með Enrique Iglesias á og þetta kom. Já, þetta er geggjalag hjá þér. Nei, þetta er hræðilegt lag, ég byrst afsökun á þessu. Þetta er my bad eins og ég segja. En nú er væntalega komið að í emoji-kennslunni minni, emoji 203 svona. Býttu, voru við ekki að fara í eitthvað allt annað? Ég held að verðum að fara í íslensk lúður eða eitthvað. Já, hann er 12:06 og við höfum bara x tíma. Og hvað? Kapís? Sko, býttu, Öti, hvernig, talandum emoji-kall? Hjöppi var að setja á Twitter, takk Steindi Junior, elska þættina þenn og vonandi heldur áfram að gera góða hluti. Er þetta einn virtasti grínari þjóðurna þráttur ungan all? Sko, þú tekst að drepa Hjöppan. Eins og tókst það tilbaka og ætlaði að drepa hann fyrst. Nei, málið það, ég fór líka að hugsa því að ég hugsaði bara, ok, ég þekki Hjöppa, hann verður ekkert full út í mitt að senda hann til sveit. Það er svolítið easy way out. Ég og Hjöppi, alltaf þegar við hittumst, þá er gaman hjá okkur. Við erum að fíblast og við erum að skjóta á hvern annan. Ég held að það getur verið mjög skemmtilegt heimilislíf. Ef ég var Hjöppi og Pulla, væri bara það búin að... Hjöppi myndi ekki neina standa í pullu með þér. Ég veit að hann myndi ala... Við myndum báðir börn. Við myndum ala þau upp eins og okkar eigin. Já, þið myndum smetla. Við getum rætta við Hjöppa hér næsta föstudag því að það er 4 ára afmæli FM 95 blöð næsta föstudag og það verður veisla. Hjöppi verður á sæðinu, Pétur, Björn Bragi, allt gamla krúi nema Sveppi Krull sem er statur í LA því miður. Akkurat, við getum jafnvel fengið að henda honum á Skype hérna og svona leyft honum að vera með. Já, við þurfum meðal að ringja. Ég var að fatta eitt. Ég er ekki eftir að gera trailer fyrir emoji-kennsluna. Nei, það er bara ágætt. Er það ekki ágætt? Það er ekki hendið. Þú ert 300 trailer. Ég get bara spilað eitthvað hinu trailerun, þetta er allt eins. Jú, þú bara talar yfir. Emoji-kennsla. Emoji. You're ready to rock. Skíturinn, grenjukallinn. Svo ertu með Storm, hvað heitir þetta aftur? Skúterinn og svo ertu með Sandstorm og þessu lög undir. Fyrir afmælisþáttinn, næsta föstudag, við erum að koma með trailer fyrir emoji-kennslan. Ég skal alveg lofa því, emoji-kennslan kemst ekki inn í afmælisþáttinn, hann er það þéttur. Það er að tala um brjánbreka, tong. Þú færið reyndar að vera með spurt og svarað. Fæ ég kannski að vera með íslenska slúður mitt í næstu viku? Já, íslensk slúður í næstu viku. En hvað fær alltaf nemendum mína núti sem eru að læra á hverjumsta föstudag? Hvað fá þau bara frí eða?
Í emoji-kennsluninni? Já, ég heldur lifið af. Nú ert þú á Tinder, við skráðum þín á Tinder og þú ert ennþá með prófælana. Nú verð ég að spyrja þig, ertu að nota þessa emoji-kalla eitthvað? Ég nota eiginlega ekki Tinder. Já, ok, fyrsta lagi þarf að fara að nota Tinder og öðru lagi þarf að fara að nota þessa kalla, því annars fer ekkert að gerast hjá og Egill, en að fara yfir listan og... Já, málega ég er með 3 kalla í dag. Ég ætla að byrja á efrubúntinu sem er með vangi, hafið tekið til því? Hvernig ósköpunum ætti maður að nota það? Það er efrubúnt með vangi þarna. Já, ég er enda vissi það ekki. Sko, ef að þið, gamblingbræður, eru til dæmis í kasinói og búin að drulla á okkur, eða búin að dæla vel á tips, eða sá á tipsyoutube.com og sem er bæðið veið, besta vefsíða sem æfinni farið á og búin að tapa vel, búin að skýta vel þetta er allt á 21 á rúletunni og það datt ekki og ég sendi blöð, gamli hvernig ertu, þú situr á borðinu og búin að frussa frá þig cash og skrifar ekki eitt staf, bara efrubúntið vangi. Já, ok, þannig að peningurinn er búin að fljúa. Er þetta ekki líka þá bara fyrir stelpur eða að vesla til dæmis í H&M úti fyrir jólin? Þá er líka peningurinn búin að fljúa. Kannski þú er 2003 DS, hvað segir hvað þetta að gera? Þetta er ekki bara fyrir spilafíkla? Bara búnt, vangir, þá veit ég að hún er smálend og var að vesla og hún er búin að frussa frá sér cash. Ok. Klósettið er næst. Ég var að sé það. Það er klósettið þarna, við hlýðum á sturtunni og eru ekki... Getur maður sendt klósett? Já, bara með þetta. Sko, ég þekki ekki helmingis. Tekur sér þetta kennsla séplu. Þú þarft að fara að vinna svolítið á þessu. Já, ég meina, hvenær ætti ég að nota klósett? Ég býtu, leið mér að koma að því. Fólk í dag, eins og þið og við, er alltaf með síman á sér, allstaðar. Út alltaf með síman á, nema kannski út í Bláa lónunni eða í Vatnsarnefndagarði í Sundi. Annars ertu alltaf með síman á þér. Þegar þú ætti að hæja þér, þá ætti með síman á þér. Hvernig getur þér Amen? Ok. Og ef ég sendi þér blöð, ef þú svo ólíklega vilt til að þú ert að hæja þér og ég sendi þér gamli, hvernig ertu? Þú svarar mér, ekki svarar mér, mynda klósetti. Þetta er ekki kennsla, Egill. Hvað mennur? En þetta er ekki svona gefins. Já, og þetta sendur bara klósetti út og klósetti út að hæja þér. Ég vissi ekki eins og þessi emotes kall væri til. Þá veistu núna! Já, ok. En er þetta ráðlegt ef hann sé að fara að nota klósetti á Tindernum? Já, ef hann er að stelpa sendurunum og hann er að hæga sér og sendar bara klósetti og það... Nei, ég myndi aldrei gera það. Ég myndi aldrei gera það. Þú hefur 30... Ég var að tala um einhverja stelpa að senda henni klósett. Nei, ekki sjens. Og þá veit manneskjan að hún á að heyri eftir 3-500 sem er svona meðal tími. Já, ég er bara að sleppa svarinu og svara þegar ég er búin að þrýfa mér hendunar. Síðasti emoji-kallinn. Meira, örugglega maður. Þessi kallar, sko, en þetta virka víst, sko. Já, virka víst, það var að senda bye-bye evrur og klósett. Það er bara kjafta, hann er bara komin út í rauk. Ekki ef þú, segjum þú værir einhvers stað núna á kasinói, búin að henda frá þig pening, búin að tapa fullt af pening. Já, ég náðu þess alveg hvað maður að segja, sko. Og væri síðan á klósettinu, á kasinóinu, og einhver myndi senda hvað það gera núna, bye-bye evrur og klósett. Þá myndir þú henda klósett og bye-bye evrur og þá myndir þú bara búa til svona smá línu sem myndir bara útskýra hvað var að gerast. Og síðasti emoji-kall dagsins er klappskilti. Hafið tekið eftir svart-hvíta skiltinu sem er svona smelt saman action sem er rétt ára en það var allir séð það einhvern tímann í bíómyndum. Það er til, það er emoji-kall og ef þú talaðu fárlega heitan gæja, einhvern gæja sem er í ruglunu auðvitað að vera að tala um fárlega heitan gæja. Ef þú ert gælla, þú talaðu um fárlega heitan gæja eða ef þú ert gæji, talaðu heita gælu og hún sendur eitthvað svona Þú ert eini maður sem ég þekki sem tala um gæja og gællur 2015 að tala um gæja og gællur. Það var rosalega heit gælla. Já, heit gælla. Hvað viltu ekki bara... En það er ekki þá í lífið það? Notar líka guggur og eitthvað svona. Ég held það sem mjög heitt ennþá. Gæjar og gællur. Ég held að þetta fyrir ekkert að kenna þér að tala heldur að nota emoji-kalla því að þú verðist að vera búin að tapa því. Það var ekki eitthvað gæj og var að tala eitthvað gællur. Ok, ég skal gera þetta hérna, við skal bara umorða þetta. Ef hann blöð, þú ert heima, þú væri að tala við huguna klár, þú væri til í að fara á bak. Og þú ert að tala við okkur á dömu sem þú væri til í að fá í það verkefni. Þá sendur henni bara þetta skilti. Af hverju? Þá veit hún að þú vilt sem action. Ói Herri, það er komið að lokum hér hjá okkur í dag í FM 95 blöð. Ég held að sjálfu að hæfa enda á þessum viðbjóð hjá Agli Einarssyni. Ég byrst afsökunar á þessari emoji-kennslu. Þetta var óviðbjóð. Þetta er bara versta sem að hefur komið þessu. Gæi vill einhverja gælu og það strax þá var bara að senda klappskilti því að það þýðir action. Ógeðslegt. Við verðum hér næsta föstudag og það verður engin smá þáttur. 4 ára afmæli FM 95 blöð. Allir drengirnir koma aftur, eigi góða helgi og af það bara sem allra bestu helgina, drengir. Takk fyrir daginn. Takk fyrir okkur. Sjáumst næsta föstudag.
Instagrami, Twitter og hún tísta það. Hún lætur myndina á Facebook og mér líka það. Hún hata mér og sendi message bara kissi kall. Ég sendi heimilisfangin mynd og hún gisti þar. Hendum í aðra mynd og aðra mynd. Ég skal gefa þér minningar til að ramma inn. Hún vill taka selfie. Hún vill taka selfie með mér. Hún vill taka selfie. Áttu eftir að redda kvöldmatnum? Pantaðu kínverskt takeaway hjá okkur og sæktu á Bíldsöða 12 Phoenix veitingahús sem 5677 888. Dælulykill Atlantsolíu til margra hluta netsamlegur. Þú getur notað hann sem nagring, upptakara, húdskraut, eyrnalokka, spún fyrir veðustungina og sleggju í poxi. Svona millið sem hún dælir. Atlantsolía. Lykillinn að lægra verði. Októbertilboðin í 10.11 eru ofsalega girnileg. Foggia brauð á 199 krónur. Hleðsla 250 ml á 199 krónur. Pop Secret á 279 krónur og friskandi frús á 349 krónur. 10.11, fljótlegt og þægilegt. Pítan. Hefur þú fengið pítu nýlega? Pítan skipholti. Pítan. Alltaf fersk. Milljón hér, milljón þar. Hvernig var að gera bara sitt eigið fjárlagafrumvarp? Lottopottur stefnir í 21 milljón á fyrsta vetrardag. Lottó, alltaf á laugardögum. Hafðu þetta einfalt. Við sækjum bæturnar. Slysabætur.is. Apple Watch. iStore, sérverslun með Apple vörur í Kringlunni. Ég elska handjárn. Mitt einkamál. Besta sætið fyrir enska boltan á enska barnum við Austurvöll. Nýtt á Serrano. Barbacoa, carnitas og kjúklingataco. Serrano. Fresh, happy, max.